Komið heil og sæl og verið velkomin í Chess After Dark. Já, 237. Út með tölun á þessu Birgir. Yes sir. Já, þú ert svo segur. Talnaglöggur. Sko, það sem að ég var að segja held ég að standi upp úr eftir svona marga þætti. Og þetta gaman að sjá bara hlustunna og hérna gengur vel. Bara samstarfsalinn og annað en samt að öllu gamni slefti þá held ég að sé sko allt fólki sem er búin að fá að kynnast, heldur betur, spjalla við og einhverja hittir maður kannski bara einu sinni og aðrir bara verða vinir manns og það er sannlega tilfelli hér í dag heldur betur. Við erum með hrikalega skemmtilega þátt en áður en við kynnum inn rödd og nafn og andlit sem að flestir ætti að þekkja. Þú reyndar gleymir þessu andlit ekki eftir að búin að sjá það. Og svo er það náttúrulega líka þannig að fólk náttúrulega sér nafnið á þættinum sko. Já, það gleymist þetta. En þá ætla ég bara rétt að fara yfir nýju vinn okkur. Já. Það eru Voltararnir. Voltararnir maður. Ekki hafa ágjör af sendingagjöldunum með Volt Plus áskriftinni. Þá ertu ekkert að pæli. Nei, þá ertu bara fritt fyrir því. Og þá ertu líka að fá bara hörkudíla og alls konar mat. Þú fær betri tilboð. Já, mat og þeir eru alltaf að senda matvöru líka og þeir eru að senda bæði tilbúið matvöru, þeir eru með þessi kynlífstækjanum líka sko, sem veit að þú hefur verið að nota þetta alltaf. Margur heldur mig sig, en við þökkum finnunum auðvitað fyrir það, heldur betur búin að gjörbylta markanum og svo er það kaldi. Já, wow. Ískaldur, sumarkaldi, 4,5%, löfléttur og svalandi og svo er náttúrulega sumarleikurinn á leiðinni. Já, ertu búin að kúka? Ég er að vinna hörðum höndum að þessu. Já, það tekur smá tíma. Það tekur tíma. Alúð og natni en þegar leikurinn kemur, býttu bara. Já. Við erum að kukka 10 rútur af sumarkalda. Sælas. En gestur... Já, er það ekki? Jú, ekki gera. Gestur okkar í kvöld er Arnór Sigurðsson. Atvinnumæður í knattspyrnu, leikmaður Malmö og íslenska landsliðsins og stórvinur þáttarins. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Þetta er bara heiður. Er það ekki? Já. Það er eiginlega nákvæmlega ár sem við sátum hérna saman síðast. Já. Hvernig liggur á þér? Herri, ég er bara frábær maður. Það þýðir ekkert annað í þessu. Já. Búið að vera samt hellingur í gangi, sko. Margt búið að gerast frá að kom síðast, sko. Já, nefnilega. Þannig að hellingur að fara yfir. Hellingur að fara yfir, sko. Byrðum að tala vel í mækin. Fólk sem hefur hlustað á þátt 1 það var ekki mæk í gangi. Það klúraðist aðeins. En reddaðist heldur betur. Drekklaðin þáttur alveg eins og tæknimann var drekklaðin kvöldið fyrir fyrsta þáttin en það er önnur góður, já. Ég kannast ekki það. Man ekkert um því. Sko, og alltaf degin Manchester þáttur 2 svo sem ekki síri, sko. Nei, þáttur 2 var mjög góð fyrir árið síðan og hvetjum allir til að taka hann. Það var svona mjög almennilegur þáttur það sem við fórum dálítið bara almennt yfir svið. Við ætlum að reyna svona í dag að fara bara í það sem við gerst á þessu einu ári og það er eins og vorum að tala fyrir þátt. Það er heill hellingur, sko, eiginlega bara heill í þáttaseríu, sko. Ekki mikill fótbolti en heill hellingur öðru, sko. Já, einmitt, já. Ekki mikið að fótboltaspilaður en annað. En áður nú koma því, það voru það frétti vikunar og þær voru svolítið í seinni bylgjunni í dag. Heyrðu, það komið bara korteri fyrir þátt. Já, byrjum kannski á því breaking news. Arna, ég veit ekki hvort þú varst búin að sjá þetta en Brynja Björn ráðin til Víkinga sem meðþjálfari. Já. 2 aðalþjálfarar. Heimir og Lars, þetta módel virkar alveg. Hefur þú trú á svona módeli, vera með 2 aðalþjálfara? Þetta getur alveg virkað. Eins og sér bara eins og nefndir Heimir Lars. Þá var Lars hafa alltaf verið og síðan tók náttúrulega bara Heimir yfir og það var bara nákvæmlega sami í gangi. Þannig ég held að þetta var áhvert að sjá hvernig þetta gengur, sko. Já, líka bara klókt hjá Kára, ég verið að gefa honum það. Þetta er auðvitað, Sölvi getur örugglega horft á þetta sem einhverja smá sneið á sig en þú veist, ég meina bara þessi gaur á lausu með 100 leiki í prem eða 200 eða hvað sem það er, sko, bara no-brainer að taka hann. Kári veit alveg hvað hann er að gera aldrei. Já, ég held að hann sé langbesti direktor á fútbol í Íslandi. Hann er líka bara fyrir utan Alfred Finnboga. Já, hann er líka bara svo harður. Hann hefur ekkert kallað Sölvi, viltu aðeins kíkja inn á skrifstofu til mín? Hvað finnst þér að ráða meðþjálfara með? Það var ekki bara besti vinur hans, bara herri, þú ert flottur en ég ætla að fá gaur með þér í þetta. Já. Brynja Börn Brynja Börn. Það klækja mér nú, það er sminni kaldi. Fáðu þið svo bara klækja. Nei, Brynja Björn var í skemmtunni viðtölu hjá okkur á dögunum. Það er líklega ítti sig við línuna. Maður með feril, en já, ég meina vanmetin feril. Hlýtur bara að virkja Víkingana og kannski að hann á að við erum með gæði fyrir framan okkur sem veit að Championship-deildin, hún er ekkert grín. Það er ekkert grín. Sko, Arnór, kannski fyrst fyrir mig Víkingunum. Brynja Björn, er hann að fara að glæða Gylfa sig í lífi eða? Já, ég vona það.
eða þú veist Arnór Sigur var að segja við mig fyrir þátt að Gylfi væri bara done. Já, varstu eitthvað að tala um það? Nei, þetta er tímaspurt máli, það er enginn að stressa sig við Gylfi held ég sem að veit hvað hann getur sko. En þú veist eins og hann segir, ég meina hann er með, Brynjar Björn segir, þú veist, ferillin sem hann er með, skilur bara knowledge sem hann kemur með inn í þetta er ekkert grín. Nei. Búin að spila í Premier League, búin að spila á þessu leveli, menn það sem hann getur komið inn til Víkingana núna er heill hellingur sko. Já. Ég held að, þú veist, hvort að það hjálpi Gylfi eitthvað sérstaklega, en þú veist, Gylfi eftir í gang bara á morgun, skilur. Já, líka þú hefur spilað undir mörgum þjálfurum sko, Sölvi Ottesen á glæstan feril og það er náttúrulega ástæðan fyrir að færa þetta gegn, fyrir utan náttúrulega bara mjög góður aðstofþjálfari fyrir Arnar, en það er örugglega bara allt annað að er búin að spila geimið og svo erum við reynslu sem þjálfari. Já, þetta er tvent ólíkt sko. En þú veist, eins og ég veit að Sölvi var náttúrulega að koma inn í landsliði sem þú set piece coach og bara var geggjaður, skilur. Okay. Þú veist, bara náttúrulega með sína áru og sinn feril líka, þannig að, þú veist, Sölvi sem þjálfari náttúrulega líka búin að vera að læra af Arnar á sama tíma, ég held að þú veist, þetta er í toppstandi, skilur, það er ekki stress þannig, þeir hafa kannski ekki alveg fengið byrjunum sem að þeir vilja fá, en þá ég held að það sé ekkert panik, sko. Nei, þetta var bara klókt til það, meldi. En ég velti samt fyrir mér, fyrst við erum með náttúrulega íþróttamann á toppleveli hérna. Þú náttúrulega ert reyndar af Skaganum, þannig að það voru kannski bara atvinnumenn að þjálfa þig þar líka, en þú veist, þjálfarnir sem að þú eru haft, finnur mun á þjálfarnir sem að hafa spilað á hærra leveli versus þeir sem hafa ekki gert? Þú finnur það á ákveðnum sviðum. Já. En þú veist, fyrir mér það er ekkert alltaf betra að hafa spilað, ég veist, eins og margir af þjálfarnir sem að ég tel að séu bestu þjálfari sem ég spila undir spiluðu ekki eins og leikinn, sko. Nei. Þannig að þá læra þér kannski að sjá þetta frá öðru sjónarhorni, þú veist, ef þú ert fótboltamaður þá ertu kannski svolítið fókuserar á bara hvernig fótboltamennir upplifa leik, einmitt. En ef þú kemur utanfrá þá kannski sér þetta með einhverju öðru og sér líka bara margir bestu þjálfari í heimi spila ekki endilega leikinn, sko. Þannig að ég held að þetta sé þeir tengjast þér meira, þeir vita hvað þetta gangi í gegnum. Ég held að það sé, þú veist, þeir eru góðir man on man því þeir vita bara hvernig geimið er. En kannski ekki alveg alltaf betra að vera búin að vera eitthvað geggjaður í fótbolta og síðan vera þjálfari, sko. Nei, ég held sér frábær punktur í Arnór og ég held líka til að bæta það sem Arnór að tala um. Ég held að ef þú ert ekki búin að spila leikinn og Dóri Árna talaði um að hjá okkur í góðu viðtalið, þú veist, hann spilaði bara á mjög lágu leveli, að þá kannski leggja þér enn meiri metna á vinnu þetta. Þeir vita að þeir þurfa að sanna fyrir leikmannum bara, hey guys, ég veit ég hef ekki spilað á sama level af þið, en ég veit helling, sko. Já, algjörlega. Og ég held líka, þetta er alveg góða punktur af því þegar þjálfari kemur inn sem hefur spilað leikinn sem mann í Seska, að þá komu Beresutski tvíburarnir inn í þjálfarateymið. Já. Og þú veist, þá ertu bara svona, wow, þú veist, þeir eru með hérna áruna, skilur, og bara, þú veist, færið einhvern veginn strax í respekti frá leikmennunum. Ég held sér margir hlustendur sem veit ekki hverju þeir eru. Nei, þeir bara googliði Beresutski, þú veist, þeir eru í hafsendi á Rússlandi bara á HM og bara lengi, sko, spilu endurlega leikin fyrir Seska, þannig að þeir eru legend í Rússlandi. Og þegar þeir komu, þá fann maður hvernig leikmennir, þú veist, báru bara strax virðingu fyrir. Já. En á sama tíma líka ef að það er þjálfari að koma sem að kannski, þú veist, er ekkert, þú veist, þá þarf hann að vinna sér einmitt bara það sem hann var að segja, þú veist, að vinna leikmennina með sér í liði er bara stærsti parti þjálfarans. Já, algjörlega. Því, þú veist, ef að þú fær það ekki, þá er það erfitt, sko. Klart. Næsta í deglunni, afsakið, Ans Postecoglou, rekinn frá Spurs, þrátt fyrir Evróputitil. Já, mér finnst þetta galið. Mér finnst þetta galið. Ok, ég veit þeir voru í 17. sæti sem er náttúrulega shocking. Töpuðu 22 leikjum. Já, en þú veist, þeir eru ekki búin að vinna titil í hvað? Já, 17 ár. Og hann sækir Evrópudildin er alveg huge titil. Huge. Þeir eru í champa á næsta ári. Líka hann hefur pottið bara sagt við áramótin bara, guys, gleymum þessari fucking deild, sko. Og ég held að leikmenn sé ekkert annað en þetta. Nei, ég get ekki ímyndað mér það, sko. Líka hann er nýbúin að mæta þarna. Hann er búin að mæta í viðtölunni mitt, blása sig út. Já, á rútunni þarna þegar var að tala um eitthvað third season er alltaf betra en annar season og eitthvað og svo bara, já, þetta er skrítið, sko. Allir góði sjónvarsættir, það ser ég að 3 betra en 2, sko. Þannig að já, ég held að við Arnór sem sammála, þetta er skrítin ákvörðun, sko. En þetta er náttúrulega harðasta kvót í sögunni þegar hann segir, ég vinn ekki stundum á öðru tímabili, ég vinn alltaf á öðru tímabili. Viltu eitthvað kommenta það? Já, mjög hart. Og síðan að standa við það, skilur, en samt einhvern veginn, ég veit það ekki. Fótbollin er brútal, maður. Vá, við munum fara niður það eftir maður. Já, sko, auðvitað bara Tottenham munum
góð skengis, flott að þeim að vera í meistaradeildinni en 17. sæti, gæti orðið brekka. Gæti orðið brekka. Það bara næst tímabil. Það bara næst tímabil. Albert Guðmundsson orðaði við Everton. Áhugavert. Já, skemmtilegt. Hvað þú spilað með Alberti og ræft með Alberti, hvað heldur hent honum best? Svona bæði, hvernig liðið spilar og deild? Bara það sem að færa, ég held að hent honum best og Ítalía Spáni, sko. Já. Það er alltaf bara baller. Svo einfalt það, skilur. En ég held að Plummi sjálf, hann bara með þannig gæði, hann getur að spila í hvaða deild sem þannig. Já. En það væri gaman að vera ávart sjá hann á Englandi, sko. Það er ekki það, en ég held að vill hann eitthvað fara frá Ítalíu? Ég vil ekki fara endilega frá Ítalíu nema bara yfir til Spánar, sko. Já. Í góðu veðri. Já, hann náttúrulega lúksuskall, sko. Rignir svolítið í Liverpool, sko. Já. Og Everton alveg heldis hark, sko. David Moyes ekki að leifa honum að sleppa ykkur varnavinnu og ég held að orðaði við Inter líka, einhverju frekar róteringu þar myndi kannski henda honum betur. Já, ég hugsa hann alltaf þekki líka bara, hann búin að vera það lengi á Ítalíu. Bara veit hvað þetta snýst þar, sko. En, nýtt challenge fyrir hann, það væri gaman að sjá það sem vinur, sko. Já, Albert Guðmunds, elsku þig, sko, en getur við sagt að þetta Fiorentina move hafi svona floppa á einhvern hátt, hann svona einhvern veginn náði sér aldrei almennilega strik? Já, það er alltaf auðvelt að segja, þú veist. En maður var ekki átt að sjá því hversu stórt lið Fiorentina þannig að þú fer ekki bara þarna og ert kóngurinn á einu tímabili, þannig að ég veit ekki. Eftir fyrsta tímabili getur líka alltaf verið erfitt, síðan þegar þú búin með fyrsta tímabili, þá veistu svolítið hvað þú ert komin inn í og hvað, ég menna, okkur ætti annað tímabil eitthvað að vera. Nei, það er rétt. Þannig að maður er spesi. Já, það er líka bara, eins og segja, hann stóð samt ágætlega, bara kannski smá upp með meðsli og svona, þannig að vonandi bara fara hann geðið með og ég held að hann verði allavega aldrei áfram í Genoa, sko, það er eitthvað stærra leið á leiðin held ég. Ég ætla bara að vera eigingjarn og segja, ég vona hann farið til Everton, sko, við erum alltaf að fara út til þess. Já, en sko, maður bara saknaði svo að hafa einhvern decent prem-player. Já, geta horft á hann alla helgar, já, samanlega. Nei, hann var ekki áfram Gino og ég held að það sé hann fær eitthvað múf, það verður gaman að sjá það. Mjög spennandi. Sko, svo er náttúrulega næst í þessu landsleikur hjá Íslandi í kvöld. Já, heldur betur. Skotur útivelli 50.000 manns. Já. Arnar, þú varst uppáhaldi í landsleikshópnum en dróstu út. Já. Hvað gerist þar? Ég snýri mig á ökla í bikarúrslaleiknum og reyndi að æfa á það hann á laugardeginu fyrir og bara fekk aftur sama, þannig að þetta var ekki on, þannig að því miður eins mikið og maður var spenntur að fara komast aftur í landsliðu við blábúningina þá var þetta ekki klárt. Nei. Og hvað erum við að tala um löng meðsli núna? Nei, þetta eru bara 2 vikur eitthvað svoleiðis, sem við erum náttúrulega frí núna og þegar við komum aftur þá mun ég æfa með liðinu. Já, frábært. Við erum komin sterkur inn í haust. Já. Við hefum líka þægilegt prógram, sem frakkar úti í fyrsta leika eitthvað. Já, bara kósi. Þessi þáttur er tekin upp í fyrri áleik, þannig að það er aldrei að vita hvernig þetta eldist, en hvernig fer þessi leikur? Við vinnum þetta 1-0. Það var þetta geðveitt að vera að taka upp eftir leik og spyrja þetta. Getur logið bara. Þetta er 0-1. Þetta er 0-1. 0-1, Jóndagur. Já, hann kann það að slökka í breitunum, sko. Já. Það er það sem að vera Já. Men ennþá sirkjan hann á Wembley, sko. Hann er svona stóra sýrskall, sko. Hann elskar það. Ég var ekki að segja við Jónda þegar Arnór hann missar útskriftinu minna á laugardaginn, sko. Öllum hlustendum velkomið. Þarna að Jóndagur sagði, að því ég sagði að hann væri svona kannski ekki það stórt nafn á gestalistanum. Hann sagði hvað var margir sett hann á Wembley þarna og ég gæti ekki svarað því. Já, hann var einn. Ég er þetta skammast mér fyrir það, ég veit ekki hvað ég margar Hertha Berlín-treyjur, ég er að spáði að byrja að brenna þær eftir þess að meðferða mínu mann. Já, ég er sammála því. Elskar ekki alveg Jónda er humble, hann er svo humble gauður ekkert. Ég veit það er mjög fallegt. Sem verður fyndið, sko, þegar Steini Halldórs er ekkert eðlilega humble, sko. Það er eflaugin. Það er 0-1 og það er JD sem að slekkur í skoturum, samkvæmt Arnóri. En við erum komnir í Blackburn. Já. Við ætlum í smá sögurskýringu áður en spurningarna koma, en þar áður er það Defend Iceland. Spurt er ChatGPT besti vinnin? Djöld notaði það mikið maður. Ég notaði það hættulega mikið, sko. Er það? Já, ég líka. Þetta er græja, sko. Þetta er græja á hálf, sko. En fyrir, sko, ég held sem minna hættulegt fyrir Arnór notana, þegar hann er kannski ekki með mjög mikilvæg fyrirtækjagögn á hverjum degi. En þetta er mikilvæg fróðlismál sem þú er komin núna, sko.
Ég sko, þú mátt aldrei senda trúnaðargögn Nei. á ChatGPT, ekki allavega við fyrirtækins, þú ræður hvað þú gerir við þín eigin trúnaðargögn, sko, en þetta var 3 fróðleiksmóli frá Defend Iceland. Svo þeir með hafsjó og góður ráðum. Já, og það þáttur í næstu viku. Shit. Já, við ætlum að fá það bara. Fá netöryggisstátt, aðeins að fara yfir þetta. Bara almennilega yfir þetta, og svo hitt í þessu, það eru Safran. Nýju vinir. Já, Arnór, ert þú Safran maður? Já, ég er mikill Safran maður. Já, ég elskar hana, hvað heitir það, Milano bakan eða eitthvað. Já, hún er góð. Hún er helviti góð, sko. Ég er píri kall. Já, afríski þorpskjúklingur, hann er miklu uppáld hjá mér. Og hvað er típist leifur eitthvað. Þetta var uppáhalds hans. Afríski þorpskjúklingur. Segðu bara píri. Ég veist bara að finna að pizza heit ekki bara kjúklingapizza, það er bara afrískur þorpskjúklingur. Já, við bjóðum Safran hjartalega velkomna. Já, þetta er gaman, þeir eiga það að þeir eru með makrósinlagi og bræði líka, sko, sem er ekki sjálfsagt. Nei, þetta er helviti gott. Þannig að svo er þeir auðvitað með skálar sem er margir glema. Já, fyrir menn sem eru svona telekalóriðnar, sko. Já, ekki svo þeim, en þá að Blackburn. Sko síðast þegar þú kemur til okkar fyrir nákvæmlega ári síðan, þá varstu á fyrsta tímabilinu lokið í Championship með Blackburn. Sömuleiðis þegar við kíktum útilegin í janúar 2024, þá lék lífið við þig, varst að starta alla leiki í liðinu, varst að skora og leggja upp og fleira. Þú meiðst svo þetta illa í leiknum móti Ísrael, þannig í mars-april 2024, það var ljóttækling. Hún ljót. Átti samt heilt yfir mjög flott fyrsta tímabili í Blackburn. Liðið heldur sér tæft uppi og endar 19. sæti, þjálfarinn rekinn á miður tímabili og John Eustace tekur við. Byrjum á því, sko þessi þjálfari sem kemur inn í febrúar 2024, John Eustace, var hann ekki að fíla Arnór sig eða? Já, hann kom bara inn þegar við vorum ekkert í frábæri stöðu og þetta er svona típisku breskur coach þannig að hann fór eiginlega bara í algjöra hörku og bara survival mode, sko og Arnór Sig er ekkert þannig, þú veist, við vorum að spila bara alvöru bolta með hérna Jón Dahl bara possession og þú veist, skora slata mörkun, þetta fá okkur líka en síðan kemur hann inn og þetta bara svolítið kick and run fightingur, bara tæklingar, sko, þú tæklar ekki þá spilar ekki, sko. Þannig að þetta var svona, ég fann það freka fljótlega að þetta var svona ekki beint fyrsti maður og blað þegar við vorum í survival mode en síðan eftir tímabilið og síðan alltaf bara meiðist ég hann í mars eins og við vorum að tala skilu, þá alltaf var það bara season out en síðan eftir tímabilið og þegar við komum tilbaka eftir sumarfrí þá fann ég allt annað hljóð í honum, þá vildi hann einhvern veginn fara að spila meira í bolta og var að fara að treysta mig meira og sagði, þú færi þess að stöðu því við seldum Sami Smódits til Ipswich þannig að hann sagði svolítið bara, taktu þessa stöðu skilu, gera hana þinni þannig að það var, þú veist topp gæi og góð coach, sko þannig að maður skilur alveg en þetta er þessi breska leið oft í Championship, þú veist, að taka þetta hörkunni, sko og hann kannski mögulega mætir hann inn á miðju tímabili en er alltaf búin að ganga mjög illa ég meina, maður þegar við hittum þið og hann er búin að tapa einhvern útileik mútið Vestbrom eða maður rétt þú veist, maður skilur hann alveg bara, heyrðu það er bara back to basics, bara 5 tilbaka en svo mögulega á prísi sem hugsaðan bara, heyrðu ok, nú ætlum ég að fara að spila ykkur bólta. Það var nákvæmlega þannig, ég meina hann fór í back 5 og við fórum hann sagði bara, þú veist, við ætlum bara að halda okkur uppi, þú veist, það er bara og síðan kemur hann með sitt á næsta ári, það voru eitthvað, ég veit ekki hvað sem margir leikir þetta 10 eða eitthvað. Þannig að hann keyrði þetta bara algjörlega því sem að svo virkaði, þannig að það er ekki hægt að taka það á hann. Nei, það er ekki hægt að gera það. 23-24 tímabilið spilar í heildina 34 leiki og ert með 7 mörk og 4 stóðsendingar 11 goals and assists verður það ekki að teljast ásættanlegt og rúmlega það á þínu fyrsta tímabili? Jú, ég held að líka sko bara mínúturnar, þú veist, það var sjaldan sem ég spilaði alveg fulla 90 mínútur þannig að þetta er 80 okkar leikir en mínúturfjöldin er töluvert minna en hljómar, sko þannig að eftir fyrsta tímabili var ég mjög ánægð með stats, eða þú veist, mín stats ekki spurning að koma inn í England í Championship frá sko Svíþjóð, sko þannig að mjög ánægð með fyrsta tímabili og bara, þú veist ég held það er ekki oft sem ég skora meira en 7 mörk á tímabili, sko það var bara hann í Norrköping. Já, maður líka getur alveg trúið að það sé og mögulega réttu að séast sjokk að fara úr sænsku deildinni í Championship. Já, það var það alveg þú veist, ég man bara fyrstu leikinnir fyrir Blackburn var alveg svona sjokkerandi upp á physical, þú veist það var alltaf, í hverjum einasta leik var
fljótur, sterkur hægri bakvörður Já, sem var kannski vanur í Svíþjóð að fá eitthvað bara svona aðeins chillaðri, þú veist, eitthvað hægur skilur sem já, var bara eitthvað nakki ekki að leika sér að sko en síðan bara í Championship þá var þetta bara full on bara, þú veist, track back eitthvað gauð sem hleypi bara ógeðslega hratt sko, þannig að þetta er bara allt annað dæmi, þetta er bara allt annað býst sko. Já, algjörlega, og kannski til að taka undir þessi Leifur að tala líka þú veist, 11 gól sem það sist á fyrsta tímabili Arnór talar spilar eiginlega aldrei fulla 90 mínútur þetta lið líka endaði 19. sæti þetta er ekki lið sem var að vinna deildina sko. Nei, við vorum, og þetta var bara að loka degi, ég man bara að ég var farin sko til Svíþjóðar á þessum tíma þegar síðasti leikurinn var ég farin í frí og það voru öll liðin fyrir neðan okkur að vinna og við vorum mótið lestir úti sem voru búin að vinna deildina sko. Þannig að það var eitthvað ótrúlega hátt að þá unnum við þann leik 2-0. Já, sko ef við tökum þá tímabilið sem að byrjaði síðasta haust eða síðast sumar þegar tímabilið fer að stað út af bekknum í fyrsta leik en ert að koma inn að bekknum bæði umferð 2 og 4 og ég ætla bara að segja þetta færð svona smá rusl mínútur 10-15 mínútur hér og þar ert svo ónótað varmar í fjórðarleik með svo ert off í 5-7 mættur aftur á bekkin í 8 og kemur aðeins inn á næstu leikjum sko byrjum á því sko þú startar ekki einasta leik í deildinni á þessu tímabili spilar heldina þó þetta hafi verið 5 leikir setu vinnurinn á móti Oxford 1 mark, 57 mínútur heilar í Championship deildinni vissulega 2 Carabao Cup leikir þar sem þú ferð 180 mínútur hvernig stendur á því að þú startar ekki einasta leik? Þetta var ég man eftir pre-season eða þá fórum við inn í tímabili og ég var búin að vera þú veist, ennþá svona með smá út af öklanum og var ekki alveg með balans og fann bara líka mig var ekki alveg einhvern veginn on it og síðan náttúrulega byrjum við þetta tímabil og þá finn ég bara einhvern veginn svona 10, þú veist, eins og skítamínútur eins og þú segir og hann var bara eitthvað, já, halda áfram, þú ert bara að finna skilu eftir, þú ert búin að lengi frá og alltaf, þú veist, þetta gamla góða en síðan náttúrulega lendi ég bara í hérna veikindum og fer að finna fyrir því bara nú þegar, bara eftir þriðju umferð eitthvað og ég bara svolítið svona einhvern veginn að spila og æfa í gegnum, þú veist, ekki alveg ég er ekki klárað að spila sko. Sem að verði síðan bara verra og verra og síðan svo fór sem fór skilu að ég bara var átt hann í eitthvað mánuð eitthvað bara því ég bara gæti ekki eftir sko. Og síðan eftir það meðisl í kálfa og aftan í læri framan í læri eitthvað sem hefur aldrei gæst þannig að þetta var bara svona þú veist eins og þegar það segir 57 mínútur þetta er ekki einu svona heil fótboltaleikur sko. Nei, og langt frá því og mér langar að spyrja það kannski bara alveg ótengt þessu bara, þú veist, að þetta er áhuga spurning sko þegar maður kemur inn á þegar þú ert input player, þú ert framliggjandi þú veist, þú ert kantari er ekki erfitt að koma inn á í 10-15 mínútur alltaf hér og þar eða þú veist, Jú, sko ég segi 10 mínútur þú veist, það er bara leiðalist í heima að koma inn á stundum vil maður ekki koma inn á í staðið fyrir að koma inn á í 10 sko. þá kemur inn og fara leik og ekki neitt mark eða skilur þetta er svona fyrir leikmann sem er kreatív og á að gefa munin að þá að koma inn á í 10 mínútur þú kemst ekki takt við leik veist, þetta er ofta svona annarkvort liði kannski að vinna og þá er það bara tilbaka og hinn er orðin þreyttir og þetta er bara svona eitt leikur komin í start hjá þér og þú veist bara að því einmitt líka tilbaka og annað sko. maður veldur samt fyrir sér sko hvort að þetta skipti sko ef við tökum bara sem dæmi þú ert að spila 10, 12, 13 mínútur segir ekki við þjálfarna bara ég verð að fá að spila aðeins meira en maður kannski ekki að gera það Jú, og ég var alveg þar og ég var alveg að tala við hann bara, mér finnst ég vera klára að byrja skilur, þú veist, ég er klári að taka bara og fá sjensin skilur en það er mjög pirrandi og allir fótboltamenn sem að hafa verið að koma inn á 10-15 mínútur vita hversu bara viðbærslega það er sko. Eina sem ég hugsa sem ég jákvæmt við þetta er mögulega varnarlínan orðin þreytt Jú, ég menna ég skoraði 1 mark þessum 57 mínútur við verðum ekki að taka því það er meiri mark í leik sko. Ég er að segja goals per game, það var auðvitað hæstur í Blackburn á síðast Arnór var búin að koma inn á þetta meðist náttúrulega afriðlaðin í nóvember 24 sko, spilar aldrei aftur fyrir Blackburn sko, hvernig meðsli voru þetta? Þetta var eiginlega mjög áhugaður bara, þú veist ég tóknaði hann framan í læri sem var bara mild tóknun sko og það var bara 2 vikur söður og þegar ég bara síðasta æfingin þegar ég er að koma tilbaka úr þeim meðslum fer ég út á völl bara með fysio og finn bara svona aðeins stífleika í kálfanum og þú veist, æfi bara á það skilur og segja þeim frá því og þeir bara eitthvað svona nutta og síðan, þú veist, er þetta ekki að fara og síðan fer ég inn með liðinu og bara fyrsta æfing og þá bara finn ég að það kippist til í kálfanum
aldrei verið með neitt vesen í kálfanum bara á ævinni og fyrir myndatöku og þá var þetta bara tóknun, alveg frekar mikil tóknun í kálfanum sem að þeir segja bara í byrjun já, þetta bara, þú veist 5-6 vikur. Var þetta í leik eða æfingu? Æfingu, já. 5-6 vikur og síðan verður það progress bara að 3 mánuðum sem eru komin upp í 12 vikur sko. Þannig að þetta hílaði bara það hægt og já, rauninni, þú veist, þegar ég meiddist manni bara að þetta var bara, já, ok, 5 vikur, þú veist, auðvitað pirrandi skilur enn á sama tíma, svona, ok, alveg bearable en síðan var þetta alltaf að lengjast svona, já, við þurfum að taka 1 viku viðbót, við þurfum að taka 2 vikur viðbót svo alltaf að fara í MRI og bara sá að þetta var ekki alveg hílað þannig að þetta var bara, þetta var drulltöff að því þú gerir ráð fyrir einhverjum ákveðnum tíma en síðan þetta, þú veist, 3-falt tíminn sem að þeir segja, sko. Já, talandi hvað fótboltinn Harður Heimur grunaði hérna síðasta leik hérna með Blackburn að þetta væri þinn síðasti leikur. Nei, ég get lúa eitthvað því að þegar ég spilaði hérna, hvað var ekki Watford úti eða eitthvað þá mitt leið mig vel, sko, ég man að þá ég svona komin alveg svona, herri, ok, ég að fara að starta, sko, síðan svona, það sýnir hversu stutt á milli þetta í fótboltanum, sko. Talandi hvað stutt á milli, veistu hvað stutt að fara í App Store og downloada Acro-appinu? Hvað það stutt? Það svona 3 sek. Ég sá Arnór Sig tók þátt í Íslandsbanka útboðinu, gerði það náttúrulega með Íslandsbanka með Acro segi og keypti Íslandsbanka. Sjálfsögðu. Ég nú vilja sjá fleiri milljónir þarna en við tökum þessu. Já, þetta var, varstu mér að gleyma að þetta myndi koma út listina? Já, ef ég veit það, ég er all in. Já, ég hugsa stundum kúrikarinn sem var að setja 100 á skallandinn, sko, ég sleppti því, sko. Já, Acro-app aðgengilegt einstaklingum og lögum sem vilja stunda viðskipti með hlutabröfi Kauphöll Íslands, já, Acro-verðbréfum. Allir að fara í Acro-appið, já, gerðu svo vel. Veistu hvað ekki stutt í? Nei. Því vorum að tala það daginn í einhvernum þætti hvað búlan fela sig alltaf. Þú veist, þeir eru hérna bak við Þeir vil ekki láta sjá sig. Herðu, ég var síðan að keyra í Hveragerði bara lengst upp í á einhverjum hverum og fjöllum. Hvað heldur ég finni? Búllu. Ekki eitt hús í grendinni. Já, þeir fengi ekki memo eða þú átt að vera á sýnilegum stöðum. Nei, þeir eru líka bara að fela ekki þeir eru búin að keyra búlluvagnin upp á fjall í Hveragerði. Engin mátti sjá. Nei. En þá erum við komin að þarna mjög áhugaverð topingi. Sko, opin spurning fyrst, hversu brjálaði varstu því að þið var tilkynnt að þú verður ekki skráður í leikmannahóp Blackburn eftir áramót? Ég var eiginlega ekki brjálaður, sko. Nei. En skrítið á hljómar að þá var þetta eina sem ég var brjálaður yfir var tímapunkturinn. Já. Að þeir biðu þangað til að glugginn væri lokaður til að tilkynna mér þetta. En þetta var eiginlega meira bara svona, að því ég kem bara inn á æfingu, bara basic, ég man ekki hvaða dagur þetta var, bara venjulegu æfingadagur. Og svo sem á skrifstofan alltaf að koma inn, sagði bara, herru, coachinn við Dalveg. Og það var svona, ok. Og síðan fer ég bara inn og sest og hann bara tilkynna mér það stjórnin hafi tekið það ákvörðun, hann hafi ekkert með þetta að gera. Að ég verð ekki í leikmannahópnum núna að því við bara vorum ómargir, bara þeir líka sænu ykkur 4 gauðra bara á síðasta klukkutímanum á deadline. Og hann sagði að hann var fuming, hann var brjálaður og bara skilur ekki hvernig vinnubröð þetta voru. Þannig ég var alveg bara svona, ég var alveg svolítið lost, en ég man bara að ég fór bara inn í klefa og ég fór bara heim, sko. Já. Já, fórst ekki að einhvern? Nei. Af því hann sagði, þú mátt alveg æfa með okkur, en þú veist, mátt æfa með okkur fram á sumar, skilur, þú veist, ég vil hafa það, þú veist, með það mikið gæði inn á æfingum og ég bara horfði svona á hann, bara sagði, heldur að ég sé að fara að koma hérna á hverjum einasta mótni, eins og hálfviti, að æfa með ykkur og síðan bara fara, þú veist, skilur, þú hlýtur að sjá hvernig það lítur út og hann skildi það alveg. Já. Þannig að ég sagði bara, ég bara ætla heima, ég ætla til Íslands og ég ætla að tala umboðsmennin síðan bara, þú veist, heyrið þér ekkert tímann. Já. En ég var ekkert pirraður út í hann, skilur, því, þú veist, hann, eins og hann sagði og síðan hættir hann líka 5 dögum seinna. Já, hann hættir 5 dögum seinna. Já, þetta er bara vika seinna, eitthvað það sem hann hættir. Já. Og, þú veist, þeir sögðu það, þetta fyllti bara svolítið mælina, bara hvað var búið að vera í gangi hann á bak við tjöldin. Þannig að en sjokk auðvitað, en á sama tíma bara pirrandi að þetta var, þeir hefði ekki getað sagt mér þetta í janúar, en þetta var bara því að ég var ekki að vera endursemja, þá einhvern veginn vildi fá. En sko, þú talar um endursemja, sko, var það einhvern tíma sem þið stótið boða að endursemja við þá eða?
ég var eiginlega bara búin að svolítið ákveða að ég var að renna þarna út og það var á samning og þú veist, þetta var alveg komið einhverja viðræður og ég sagði bara, þú veist, mig bara til það best fyrir mig að taka fætin einhvers staðar annars staðar, þú veist, og langaði að vera áfram á Englandi, það voru lið búin að heyra í mér og ég var nálægt í að fara í síðasta sumarglugga. Ekki Leeds? Norwich, já. Þannig að sem að gera þetta einhvern veginn svona ennþá meira pirrandi þegar að haldi mér ekki sleppt mér þá og síðan fengi þetta treatment sem að ég fekk hann bara einhverja 10 mínútur og 15 mínútur og síðan þetta eftir að janúarglugginu lokar, þannig að það eru bara einhverja örfáu gluggar opnir. En færði einhverja skýringu að því að eðrilega, ég skal alveg gefa Johnny Eustace þá skýringu að þegar hann tekur við liðinu og hann vil fara bara í back five og bara fara djöflast, en á nýju tímabili fegstu þá einhverja skýringu, auðvitað eins og tala einhver meiðsli og svona, en var einhver annar leikmæri þinni stöð að standa svona vel? Eða? Nei, það var ekkert svoleiðis, við ströggluðum í byrjun en síðan, þú veist, ég náði aldrei í rönni, þú veist, það kom alltaf, ég var farin að finna fyrir þessum veikjum, þannig að ég var ekkert klár, þú veist, ég náði að æfa hér og þar, þannig að ég var aldrei að fara að byrja og síðan, þú veist, meiðist ég aftur, þannig að, þú veist, ég náði, þú veist, ég skil alveg að ég fekk náttúrulega ekki fleiri leikja því ég var bara ekkert available en síðan á sama tíma þá var ég það nálægt ég var að koma tilbaka þegar mér er tilkynnt þetta, þú veist, ég hefði skilið ef að ég hefði verið átt bara þangað til í apríl, að þá hefði bara getað sett þetta, þú veist, þú ert bara ekki klár til í apríl, þannig að þú ert ekki með í hópnum en þannig var ég bara að verða klár og hann, þú veist, mjög spenntur coachin alltaf að segja við mig bara, þú veist, ég get ekki beðið eftir að fá þetta tilbaka, skilur og síðan að fá þetta, þá var þetta bara svona, ok. Þú vissi þarna þegar að þessi stelpa kona tekur á skrifstofuna að tímið þinni á Blackburn væri búinn? Ekki, náttúrulega bara eftir samtali við coachin, já, en ég hef ekki hugmynd hvað coachin var að fara að segja þegar hún, en ég sagði, eins og ég sagði, þá fór ég bara heim og síðan, þú veist, já, var þá tímanum þannig að lóki, sko. Já. En maður spyr sér, sko, að þetta er nú ekki lítið fyrirtæki, bara stór business og auðvitað hefur maður haldið mikið að frambærlegu fólki bæði þjálfarateiminu auðvitað inn á vellinum en síðan líka bara í stjórnastöðum. Þannig ert þú búinn að tilkynna klúbbnum að þú viljir ekki endursemja. Þannig að þeir hafa 2 valkosti, annarkvort að selja þarna fyrir einhvern smá penning eða halda þér og síðan enda þér á að hafa það ekki í hópnum. Þú veist, er þetta þá bara, maður spyr sig hvort þetta sé bara léleg vinnubrögð eða hefnigirni eða ég upplifði þetta miklu meira sem svona að einhvern veginn hefna sín af því ég var alveg búin að heyra þú veist, af því þú heyrir yfirleitt þegar þú ert búin að segja þú veist, það er eitthvað samninga og þú veist, við ætlum ekki að endursemja það og svona, þú veist, það var allt í lagi skilur, þú veist, það gerist að leikmenn ætla ekki að endursemja þetta er bara, en einhvern veginn þá svona, já, þú veist, ætlaði að selja, þú veist, hvað ætlaði að gera, þú veist, og síðan bara biður og coachin bara búin að tala þannig við mig að ég verð bara áfram, þú veist, bara fram að sumar og síðan kemur þetta einhvern veginn, já og það líka í mann bara á þessum tíma þá pirraði mig svo mikið að þetta kom frá honum þjálfarnum að þetta var ekkert hans ákvörðun, þú veist, að þetta átti að bara koma frá þeim sem tók þessi ákvörðun, hann bara setjast þér fram og horfi í augunum og segja mér þetta, skilu, en hann hendir honum undir út en bara, þú hérna segir hún þetta þannig að þetta var svona bara, já, léleg vinnubröð 100%. Ég líka alltaf taka þetta góð spurning líka bara Johnny Eustace vissilega mögulega var hann bara búin að ákveða að fara til því derbi og hann alltaf búin að orða það við félagi í janúar og hann var greinilegt að hann var vildi fara en maður svona samt velti fyrir sér að því að hann hendi þá bara þarna stjórnunni alfjara undir útina sko, þetta hefði að mögulega geta bara verið harð og bara heyrðu, þetta er gaur sem ég ætla að spila. Já, og það var einmitt það sem ég hugsaði líka og ræddi við alveg bara, þú veist, umboðsmann og fjölist, bara svona ef hann hefði verið all in bara hann er að fara að spila alla leiki alltaf skilur þá hefði þetta örugglega getað enda á einhvern annan hátt en síðan á sama tími var bara það styrt á milli hans og stjórnarinnar og það var bara að vera sama með Jón Dahl sem var áður og stjórnarinnar þannig að þetta var svona og leikmenn funda alveg fyrir því þannig að maður veit ekki hversu mikið veist, hann hafði getað breytt þessu en veist, á sama tíma ég veit það ekki. Nei, sko ég ætla að taka aðeins meira rand en fyrst ætla ég að hvetja alla til að setja á Malmö íslenska landslið og Arnór Sigurður skor á lengjunni. Já. Það er örugglega lágstuðull á það reyndar en samt einhver ávöxtun. Ég myndi setja Arnór Sigurður skor ef hann spila 90 mínútur 1.
Bara eitt slið Það er 100%. Ég var að leggja aftur inn á þig Sko Arnór, við það sem að aftur, hvet alla til að taka viðtal sérstaklega með 2 sem við tókum Arnór fyrir ári síðan Ég reynda að glemta að grafa upp númer hvað sá þáttur en það er cirka 50 þættir síðan Sko, og þar kom Arnór mikið inn á hausinn sinn að þetta sé ekki mikið rómantík og fallegt að vera atvinnumæður fótbolta og fólk kannski heldur og krakkar Sko, þú glímdir við mikil meiðsli og veikindi á síðast tímabili og komst ekki mikið í sögu og enda svona alltaf eins og við tölum fá væna skellandi byrjun febrúar Sko, hversu harður heimur er þessi atvinnumennska og hvernig hefur, ef við bara tölum hreint út andleg líðan verið hjá þér bara á þessu tímabili? Já, ég held að, þú veist ef við förum bara djúpt skilur bara hreinskilin þá verður þetta bara verið drullu töff og ekkert bara þú veist, náttúrulega meðisl og get ekki verið að spila fótbolta þú veist, þetta er bara svona þú veist, að maður líkir þetta við eitthvað annað þú veist, þú getur ekki verið að gera það sem langar að gera og þú veist, veikindi voru einhvern veginn erfiðasti parturinn að þessi þá bara, þú veist, þá bara líður illa þú veist, með meðislin þú veist, veikindi var það fyrsta sem gerðist og þá kann maður svo mikið að meta þú veist, þegar manni líður vel bara að vakna bara, mér líður vel hérna núna þú veist, ég bara er góður, skilur en þú veist, þetta var bara mánuður þar sem ég vaknaði og mér langaði bara að fara aftur að sofa, skilur þetta var bara það, þetta var bara komið þangað til að ég fer síðan loksins í og finna út hvað þetta er en það erfiðasta er kannski að þú veist, þú meiðist og þú byrjar í endurheimt og þú veist, á hverjum einasta degi skilur kemur inn og gerir allt sem þú getur bara treatment, mataræði, allt byrjar aftur meiðist og þá er svona, ok, ég er komin aftur bara hérna 0 punkt og ég það bara peppa mig að fara í sama bara, ok, ég kem bara í náðingu morgun það bara stilla það á mig það bara, herra, ok, þú veist, bara einu degi næra og komið tilbaka og síðan, þú veist, kálfinn tekur hann bara endalasan tíma en ég man að þegar ég var að díla við það að þá var ég bara á fínu stað utanvallar og þá gerði það allt svo mikið auðvildara einhvern veginn að þú veist, ég náttúrulega bara þvíli teppin bara ef að ég hef ekki verið með fjölskylduna mína og vini mína í gegnum þetta ég hef bara krassað sko að geta bara heyrt í þeim og spila tölvuleiki með strákunum og fjölskylda koma út og þú veist, heyrt í hinum og þessum og að þú veist, þá svona á sama tíma og þetta er ógeðslega töff að þá svona hugsa maður, ok, þú veist, hversu töff er þetta ef ég ber þetta sama við eitthvað sem er að ströggla í alvörunni sem er kannski eitthvað veikur eða þú veist, á enga pening þú skilur hvað ég meina algjörlega. En þetta er svona mjög töff ógeðslega töff en ég náði ekkert að stilla þetta á þannig þú veist, að ekki fara að vorkina sjálfur ekki vera gauðin sem er bara, þetta er svo ömulegt allir að vorkina mér og senda mig, þú veist, ég bara svona ekkert tók þetta skilur, þú veist, hversu töff er þetta með að við það sem aðrir er að gangi í gegnum að þá er þetta ekki neitt Nei. En á sama tíma auðvitað ógeðslega pirrandi og að komast ekki í gang og þú veist, náttúrulega líka bara núna þegar ég kom til Malmö þá svona aðeins, þú veist, í nára skilur en ekki mikið, þú veist, að því bara líka minni bara endurst til þess að þetta er komið eins og vorum að segja, ég er meira en ár síðan að tæklingina mot Ísrael þá byrja ég að vera frá og síðan hefur þetta alltaf verið sett. Já, þú verður ekki ná rönni síðan. Aldrei ná rönni síðan, þannig að þetta er langur tími en shit hvað þetta er búið lærdómsríkt og einhvern veginn, já á sama tíma og þetta er ógeðslega erfitt þá er ég samt að reyna að njóta þess að ströggla eins asnalega hljómar að þá, þú veist, þegar ég mun síðan ná rönnin í ganga þá mun maður horfa tilbaka og einhvern veginn bara, já, þú veist, þú komst í gegnum þetta þá. Já, hann er líka, já, ég ætla bara að hrósa Arnóri bara, þetta er einhver sterkasti haus bara sem ég hitt, sko. Það er bara akkurat það og þegar maður heyrir svona mann tala þá getur maður sett í samhengi bara hversu margir fótboltamenn hefur maður séð sem hafa staðið sér vel sem bara brotnað eða bara hætt eða hugsa bara akkur náðan ekki lengra og þetta er stutt á milli, það getur alls konar gerst, nýr þjálfur og annað en bara hausinn sem þú þarft til þess að vera atvinnumaður og hæst því sérstaklega er þetta fyrir Íslendinga sem að margir hverju fara út snemma við móttalaðum það en líka bara, þú veist, þessi tjallar þeir eru bara með fjölskyldurni, gera bara hendi fjölskyldurna á daginn, sko. En þú veist, Arnór segir bara einhver staðar í ágætt spennt á þessu endar. Jú, það gengur vel en samt, þú veist, það er bara algjörlega. Hann hefur tölulegur annað, en svo ertu bara einn, skilur þú maður lærir ógeðslega mikið því núna hætti ég með fyrirverandi kæristinn minni líka ofan í allt og þegar maður er einn að maður lærir svo ógeðslega og ég lærði ekkert bara að kynna sjálfu mér
bara upp á nýtt og þú veist, ég lagðist ekkert bara í algjöra sjálfskoðun bara, þú veist, hvernig, þú veist, hvað og fór að pæla í hvað ég var að pæla í skilur ég að meina, þegar þú ert heima þegar þú ert einn og fólk þekkir þetta, þegar þú ert að horfa þá ertu oft svona að hugsa eitthvað og ég var bara svona, af hverju ég að hugsa þetta, þú veist, hvað, þú veist, þannig að það að vera einn líka ógeðslega hollt fyrir mann og ég held að það hafa líka hjálpað mér rosa mikið að, þú veist, svona embrace the chaos, skilur þú veist, að það er svo mikið í gangi og eins og sem fótboltamaður og þú veist, þú ert dektur, skilur og það er alls konar utankomandi í gangi og að geta bara sest heima þegar bara einhvern veginn loka á allt, þú veist, það er bara minn helsti kostur, held ég, sko. Já. Sko, við ætla nú ekki að gera sérstaklega umræðu en að tala sambandsleitina þó að það var örugglega margir sem var til í það en sko Ég veist fréttin eða skemmtileg Mér fannst hún geðveik og fréttirnar líka heitasti pípasveinninn á landinu Já, það verður eitthvað reyndar spurningar eftir það en sko heldur að hefði líka hætt saman ef að þú hefði verið að starta alla leiki og skora week in, week out Mjög erfið spurning Bara settur hann að spót hérna Nei, já, ég held það heldur að andlega líðin hefði Já, pottitt spilaði mikið inn í að því þú veist þegar maður ekkert sveppi krull þegar maður kemur maður gangi ekki einnig svona maður ekki beint að rífa sér brandar og þá verður þetta erfitt og líka bara fyrir báða aðila, ekki bara fyrir mig þú veist að hún alltaf þurfti einhvern veginn að fá mig heim, skilja eitthvað reyna að vera þetta er bara erfið staða og síðan já, þannig þess að fara eitthvað of djúpt en þá það er auðvelt að einhvern veginn en auðvitað hefur það áhrif þegar það gengur ekki eins og maður vill. Algjörlega, sko, þú ert náttúrulega fyrir þá hlustendur sem vita minnum fótbolta sem eru nú ekki margir sem hlusta en þá tel ég en náttúrulega það er þessi janúargluggi og þetta er tilkynnt þarna bara eitthvað í byrjun febrúar þegar búið að loka eiginlega öllum gluggum ég held að það sé MLS, það er Tyrkland og Skandinavía sem kemur til greina sko, út orðað við þó nokkuð liðsamt í janúar, ég var aðeins að grúska í dag kom eitthvað spennandi upp þar, þú veist ég meina að við erum með Bosma-regluna og oss með 6 mánuð eftir og svo framvegis Já, það kom alveg spennandi Norwich kom aftur sem að ég var spenntur fyrir en þeir voru fljótir einhvern veginn bara að loka það þannig að Blackburn já, eða, þú veist, ég náttúrulega svona var að þreifa skilur bara hvað er opið og ég hugsaði, ég var svolítið fókuseraði bara líka á bara, ég ætla að ná mér heilum og ég ætla að ná bara 5 góðu mánuðum þangur til í sumar að það væri bara mjög góð í stöðu en síðan alltaf, þú veist, fór það alls ekki þannig það sem að ég, þú veist, bara svona einhvern veginn ok, nei, þú veist, ég ætla að vera eina á Blackburn og þú veist, einhvern veginn ekki opinn fyrir að gera eitthvað pre-samkomulag sko en þú veist, það er auðvelt að vera vitur eftir og hefði maður átt að gera það, hefði maður átt að, þú veist en Já, má ég vera smá ósækjart núna og spekla þetta segjum bara að sé einhver grjótharður Blackburn stundum sem er að hlusta á þetta hugsa bara, já, stjórnin gat ekkert gert við vorum að borga sem gaur há laun og hann var alltaf middur Já, fair, þú veist, auðvitað eins og ég segi, þú veist, ég elska þeirra fólk hefur skoðanir og ég elska þeirra fólk hefur passion þó að, þú veist, látið mig heyra það vilji, sko ég skil það alveg og það auðvitað ég var, þú veist, á háum launum og ekki búin að spila í langan tíma þannig að, þú veist, ég er ekkert að fela það þegar þetta var tilkynnt að fólk var náttúrulega margir sjokkir en þú veist, síðan sá maður þetta alveg líka hann er búin að vera meiddur að þjána þetta á viku skilur og þú veist, af hverju ættum við ekki að þannig að eins og ég sagði, fair enough Já, en þá spyrði þið kannski sko, hefðir þið geta ef að hefði þið baksinn í speil en allt það, þú veist, við förum yfir núna bara hvað er nýji vinnuveitandur hans og eftir, en sko hefðir þið geta biti á jaxlinn og bara ég æfi eins og skeppnaði það til í mæ, tek landsleikin í júní og treysta á að komið kannski nýr þjálfari og ég fá nýja samning eða eitthvað hjá Blackburn ekki eftir þetta held ég sko bara einhvern veginn eða egoið einhvern veginn ekki að fara í eitthvað svoleiðis mæta á æfingu, veist, er ég að spila eitthvað? Nei, þú mátt ekki spila þú veist, þetta hefði líka verið þannig bara það eru 11 það er með úlingaliðinu þetta hefði bara verið, þú veist, ég hefði bara brotnað skilur, þú veist, ég hefði þurft bara eitthvað new level dæmi sko. Hefði getað frá lána? Nei Jú, ég hefði getað farið, þú veist í einhverjar ákveðna deildir en sem var ekki að, þú veist, það var eitthvað Austurík eða, nei, Sviss og eitthvað svoleiðis ekkert spennandi ekkert sem að var, þú veist, í 3 mánuði nei, þá hugsaði ég fyrir eitthvað bara þegar þessi staða kom upp að ég hugsaði alveg að vera bara að æfa skiluru þú veist, reyna að loka á allt en síðan, eins og ég sagði, þú veist, að ég hefði bara ekki þú veist, það var, ég þurfti bara að komast í gang skilju og bara sakna þess að spila fótbolta kom MLS til greina á einhverjum tímabúti?
Já, það voru alveg nokkuð lið sem að komu þar Já, þegar þessi staði komu upp en ég hugsa að ég á slatta eftir í Evrópu ennþá áður en ég fer þangað. já, gott að vera með í landinu. Sko, setjum bara núna punkt við endalókin hjá Blackburn. Þú leikur 41 leik, skora 8 mörk, 5 stóðsendingar, 13 góls en assist. Sko, hvernig bara horfir á hann tíma tilbaka? Þarna, ég var eitthvað aðeins að grúska í dag, ensku blaðamaður segir að Arnór hafi líkamlega ekki ráðið ensku Championship-deildina en verið með tæknina og rúmlega það, er þetta faglega gagnrýni? Já, ég hugsa að, ég meina, þú veist eins og ég segi að þá kannski var þetta alveg sjokk en eins og fyrsta tímabili mitt að koma með svona númer, ég held að þú ráðið þá alveg við deildina þannig og þú ert búin að sanna þú getur delivera í þessari deild en ég held seinni tímabili 100% accurate að ég bara var ekki physical þannig, bara eftir bara meiðsl og veikindi þannig að ég komst aldrei í gangi seinni tímabili þannig að maður skilur vel að það hefur litið þannig út að ég bara var physical ekki klár í þetta seinna tímabili en fyrsta tímabilið er ég ánægð með. Já, máttu vera það. Kannski seinasta með Blackburn til að setja punktin yfir þá geðvik treyja með kragan flottir í henni. Já, mér fannst seinni treyjan sem þessi tímabili var mjög góð sko. Bara eiginlega eina flottur sem maður verið í sko. Já. En við erum komnir yfir til Svíþjóðar. Já. Og það er sjálfsögðu bóði Orku náttúrunnar. Já, þeir Svíðarnir umhverfisvæðinni sko, en Orka náttúrunnar Svíðarnir þeir ekki alveg á sumblasjöðu þeir sko. Nei, þú veist, það er enginn sem er með tærnar sem Orka náttúrunnar með hæluna í þeim öfnum, heimilisramagn og en auðvitað með því besta sem fyrir finnst. Rosalega hlæðslur sko. Þeir tala fyrir því að náttúra Íslands er það dýrmætasta sem eigum. Þeir vita það alveg og ég sammálaði þar og nýtti sitt hugviti að hámarka orku og framleiðurinni heitt vatn og rafmagn á ábyrgan hátt. Ég hleði ekki nema ég sé appi sigurnulit. Nei, það er rétt. Ég treysti ekki á rafmagni. Og appi gott, en Malmö, ætlaði ég að segja, og en ætla að færa okkur Malmö. Við viljum byrja að óska til hamingju með samninginu við Malmö. Takk fyrir það. Klárlega eitt allra stærsta liði í Skandinavíu, ef ekki það stærsta. Fyrsta spurning, hvaða lið vinnur Malmö eða Blackburn í úrslitaleik? Malmö. Er þetta hlutlaust mat eða? Já. Sko, það kom mér eiginlega smá óvart þegar ég byrjaði með Malmö því náttúrulega ef þú horfir bara leikmannahópin okkar þá er þetta bara risa hópur og leikmenn sem hafa spilað bara á mjög háu leveli og spilað lengi þannig að tæknilega séð rúlar Malmö á tækninni, þá er ég bara að meina bara er Malmö töluvert betra en Blackburn en síðan er Blackburn alltaf championship-klúbur þannig að það er harkan fysikinu svoleiðis þannig að það er við þurftum kannski að setja þetta upp sko. fá hennar leik Þetta væri örgulega tætt ég held að þetta sé ekkert rámt hjá hann sko. Ég held að ef við varum heimaðalli í Malmö þá myndum við vinna það var erfið að fara ívút þannig að það eru meiri gæði á æfingum hjá Malmö Áhugavert Malmö eða Blackburn stuðningsmenn, hvað er meira passion? Malmö, það er no-brainer Er þetta bara bilaði? Já, þetta er bara sturla ég fann það bara fyrstu leikun sem við spilum á heimalli og bara svona, wow ég er náttúrulega að spila í Svíþjóð áður við séum hvernig stuðningsmennin eru en Malmö eru next level sko. Við þurfum að henda okkur að leikana maður Við þurfum að fara út í þess Þið fóru náttúrulega á Ívút Nei, þið fóru ekkert á Ívút Þið fóru ekkert á Ívút sem betur fyrr Við fórum á Turf Moor nokkuð sinnum Já Það var bara fínt En ég held að Malmö sé alvöru Sko munurinn er náttúrulega bara í Malmö þeir eru bara þegar við komum inn á að hita upp þá er bara, þeir eru orðin geðsjúkir sko. bara syngjandi og öskandi og síðan er það bara allan tíman í Blackburn er það bara þú stundu getur kallað bara á hægri bakur og þú ert vinstri kantmaður bara hvað hann á að gera Það er svona eitthvað svona Blackburn og líka bara ef við erum lélegir þá bara setja þess allir niður og bara hljóð Þú veist hefur lendið að einhver bara kallar eitthvað og það bara stuðar þig og heyrið það bara þegar það sexy gæðin eða einhver að það vera vel leiðilegur og hendar í þetta maður heyrði það oft eitthvað vel næsti nei, maður heyrði það oft alveg
veist, jú, það var leiktíma Það taka hotn eða eitthvað Já, jú, þá fekk maður alveg að heyra það, sko, ég aðalega fyrir hárið, sko Já, ég ætlaði að segja það Já Hvað skrifar undir langan samning við Malmö? 3 ár 3 ár Hvað ætlar að vera lengi á Malmö? Ég stefnu þetta aftur út í Evrópu, þú veist, ég veit alveg að þú veist, gæðin sem ég byrja yfir og eru kannski herra level en sænska deildin, en Malmö sem klúbbur er bara það stór að þú veist, það er eitthvað, þú veist, þegar þú talar Malmö og þá, þeir eru náttúrulega bara langbæstir í sænska deildin, þó aðeins eru að ströggla í byrja núna, þeir eru unnið bara, ég veit ekki hversu oft síðustu ár. Já. Þannig að, þú veist, að ná líka að komast út í Evrópu, þú veist, núna byrjum við í Champions League qualification í næsta mánuði, þannig að þú veist, þetta er þess að stórt skref, þú veist, ef að maður gerir vel hjá Malmö, sko. Þannig að, en á sama tíma hefur maður lært það að þú veist, vera í núinu, ekki vera að pæla hvað, þú veist, hvað ætla ég að vera lengi hana, hvað, bara einhvern veginn, þú veist, njóta einasta dag, að maður veit aldrei. Nei, við erum búin að komast að því. Við erum heldur búin að komast að því. Það verður mættir í blikana næstu, nei. Komið næstu tími. Nei, þarna, sko, ósækjum spurning kannski, hvort er stærri gluggi heldur? Þú veist, það fer kannski dálítið eftir hvað Malmö er langt í Evrópu? Já, það fer auðvitað eftir því, sko. Já. Hvernig hafa þeir að standa í Evrópu? Þeir voru í Evrópudildinni fyrra og komast ekki upp úr riðli? Nei. Þannig að við erum með þannig hóp núna og búin að fá, við vorum að fá Robin Olsson frá Aston Villa, markmanninn. Þannig að við erum með lið sem á að geta, sér bara Jürgen til verið undanúrslit í Conference League, sko. Já, það er þetta rosalegt, sko, og svo sá maður það liða á móti Víkingum, sko. Þarna, hvaða leikmenn eru í Malmö sem að fólk á að þekja? Pontus Jansson var náttúrulega í Brentford í Premier League mörg ár, já. Síðan eru Isak Thelin sem að spila lengi fyrir sænska landsliði, spilaði Anderlecht. Anders Christensen er búin að vera lengi, því þekki hann ekki, þeir eru bara í Malmö. Síðan Taksabanovic kom frá Celtic, þannig að það er mikið Martin Olsson sem var í Premier League líka, vinstri bakvörður. Þetta er alvöru heldslið. Þannig að þetta eru með þvílíkt mikið af, og síðan eru við unga leikmenn, unga Svía sem eru núna í landsliðinu, sem eru up and coming, sem að þú veist eru orðaði við. Þannig að þetta er risa stökkpallur, skilur, eins og aðstæðan það hljómar, en þá er þetta Malmö bara að ranka það hátt og segja bara líka eins og FCK, hvert þeir eru að selja leikmenn sína, þá er Malmö að selja leikmenn líka í þessa stóru klubba út í Evrópu. Ég meina, þú sér það líka, þú fer frá, auðvitað varstu náttúrulega með geggjaðan feril í Sesko og Serie A, en þú fer samt úr Norrköping í Blackburn, ég meina, og Malmö er miklu stærri Norrköping, sko. Þannig að möguleikandur endalausir og ekki er hann gamall. Ekki er hann gamall. Hver eru skilabóðin fyrir tímabil? Hvað er áherslan? Er það var ekki eins og rætt, sko. Nei, það vita allir. Já, það var alveg... Við ætlum að vinna titilin í ár. Það var ekki eins og sagt. Unnum 11 stigum fyrra, sko. Þannig að við náttúrulega töpuðum bikarúrslitaleiknum í síðustu viku. Já. Þú fórst ekki að punktinn? Nei, það var 5. vítið eftir. Varstu við? Já, ok, já. Auðvitað var hann 5. vítið. Það hefði að skemma það. Nei, en þú veist þannig að það er svona, jú, auðvitað höfum ekki verið að ná þessum úrslitum eins og við viljum í deildinni heldur. Þannig að við höfum verið með menn í meðslum og ekki að ná að spila einhvern veginn á sama liðinu mikið. Ég einhvern veginn bara að byrja 2 leiki og vera að koma inn og út, bara líka minn einhvern veginn að ég er að finna svona rytman, en það er nóg eftir og ég full að trúa þessu, en eins og segja það var ekki rætt, það veit allir að við eigum að vinna. Já, en þú sér að líka eins og Arnar á talum, skilur við erum með FCK sem að hafa farið í 6. úrslit Champions League, þú ert með Bodo Glimt sem að fór í undanúrslitunum og Tottenham, allra stærstu liðin í Skandinavíu, við hefum fengið marga leikmennina sem er að tala sko, leikmenn sem er í bestu deildinni og við skiljum ekki okkur það verið að velja frekar leikmenn í Skandinavíu, en þetta er allt annað different ballgame og þetta er komin í langstærstu liðin. Og það var líka alveg smá, ekki sjokk, ég vissi alveg hversu stórt þetta var, en því ég náttúrulega spilaði þarna í Norrköping áður, spilaði deildin áður, en síðan ferð og þú kemur ekkert tilbaka og þú kemur í langstærsta liðið, þá finnur þú bara munið, það er ekki hægt að bera það saman við önnur lið í deildinni, skilur ég að meina. Þannig að þetta er svona alveg, það er gaman að vera partur af þessu. Hvað myndir þú segja, stærðagráðan, bara við tökum allt saman, Malmö vs Blackburn, bara æfingasveið, metnaðurinn og jari? Það er náttúrulega erfitt að bera það saman, því Malmö bara, ég sá eitthvað viðtal við fyrirliðan okkar, þar sem hann var að segja að það er ekki margir klubbar með jafn mikið að þið eigið að vinna. Jú, þú veist með
náttúrulega, þú veist, hvaða löndir PSG á alltaf vinni með Real, skilur, skilur, já, já, en Real er náttúrulega með Barca, þú veist, Já. þetta er bara þú átt að vinna hvert einast tím, já, þú meinar skilur, þetta er svolítið Bayern í Þýskaland og PSG, já, ég skil, skilurðu, já, þú veist, þannig, já, skil að, þú veist, að fá að taka þátt í þannig og að fá að finna það bara, þú veist, við eigum að vinna og bara að það verður bara allt jafntefli crazy er bara, já, þú veist, þegar að gera jafntefli bara baula á okkur, já, Þú veist, þannig að þetta er, þú veist, það er þessi pressa og að fá að vera í liði sem að er með þessa pressu er bara ógeðslega gaman og ég er bara að njóta þess ógeðslega mikið og sama, þú veist, að koma sem stórt nafn tilbaka inn í sænsku deildina, þú veist, þvílík pressa en, þú veist, ég sé þetta þannig bara að, þú veist, hversu geðveitt að fá að vera leikmaður sem er með ógeðslega miklu pressa á sig. já, Þú veist, það er bara það er ekki allir sem fá að upplifa það, skilur. nei, einmitt og líka gaman að, þú veist, geðið þetta verið Blackburn samt, skilur, bara í einhverju ströggli 19. sæti, skilur, vera mættu bara í lið sem á að vinna alla titla, fara langt í Evrópu, það er örugglega helviti gaman líka, sko Já, það er það. Fyrir skapandi leikmann. maður hugsaði líka bara eins og við vorum að tala um Gylfa Sigurðsson, hann er aldrei unnið titil, skilur, þú veist, hann er bara búin að vera í miðlungsliðum í sturluðum deildum, sko, en þú veist, það er alveg gaman að vera á toppnum, sko. Já, það er gaman að prófa þetta, þú veist, ég náttúrulega var náttúrulega í Seska, skilur, það sem að var svona Einmitt. í öðru seti og en þetta er annað, þú veist, annar kultúr, þetta er bara vinna það ekki neitt, sko. Já, klart. Hvernig er tímabilið með Malmö farið að staðu þetta beigurlita leikurinn sem við erum aðeins búin að ræða og hvernig er skrokkurinn og standið aður? Skrokkurinn er fít, mér loksins var að líða svona eins og ég sé þú veist, að finna einhvern veginn rytman eftir Gott. að vera komin í gang, skilur þú veist, þegar þú kemur í gang og síðan er svona náttúrulega nýtt lið, nýtt umhverfi, nýjar æfingar þannig að þú veist, þú finnur kannski hér og þar þú veist, svona aðeins og þú veist, þeir hafa gert þetta vel, þeir hafa verið mjög þolinmóður og ég hef stundum pirrað mig á hversu þolinmóður eru Já, þú veist, bara svona, já, þú veist, við byrjaði þennan leik, byrjaði fyrsta leikinn og síðan, þú veist, kemur inn á, þú veist, að fá skrokkin í gang og síðan fann ég aðeins til og þá er, þú veist, tekið maður tilbaka, skilur þú veist, þannig að þeir eru að byggja mig upp hægt og rólega þannig að ég geti náðu þessu rönni sem ég er ekki búin að ná í yfir ár sem að ég þarf bara að halda, þú veist, þannig að en eins og ég segi, þú veist, auðvitað hefði maður viljað byrja þetta bara full on, bara spila alla leiki en ég áttan bara, ég er ekki þar nei. en ég er mjög nálægt í þannig að þú veist, það er góð tilfinning líka. Er mikill munur á álæðinu í Championship og sænsku? Já, það er náttúrulega svo ógeðslega mikið að leikjum í Championship og það var eiginlega bara hálf Það var ekkert æft? Nei, en núna erum við, þú veist, núna erum við að fara inn í Evrópu þannig að það verða líka slatta leikjum þannig að maður er náttúrulega vanur miklu leiki álægi en æfingarnar eru öðruvísi náttúrulega aðeins erfiðar í Malmö þegar eins og við segir að var lítið eftir bara í Blackburn en já Svo er þetta fíllinn í herberginu talað um að þú hefði fengið 200 miljónir í sign-on fee. Já, ekki nema. Einhver spurning eða bara jú það gengur vel? Já, herra að læra. Er þetta satt? Já, þetta var það skiptir máli, þetta var aðeins herra en það Já, það gengur vel. Fyrsta búa 200 miljónir hann sagði líklegt dagsins. Er það grínast eða? Þessi var helviti góð. Spila frýtt. Já, ég hef bara spilað frýtt fyrir ykkur. Já. Ok, sorry, mér langar það bara að hamra á því þetta sýnir samt, þú veist góðan, við ætlum ekki að biðja nákvæma tölu, þeir vildi virkilega fá þig. Já, og það var eiginlega ég var eiginlega svolítið komin á þann stað að klára fram að sumar, bara býta í þú veist, en síðan koma þau liðin inn og ég var hluti búin að segja að þú veist, ég er ekki alveg klára að fara til Skandinavíu aftur, þú veist, mér finnst ég að Þið fannst það að vera skref tilbaka, eða ekki? Jú, auðvitað, það er skref tilbaka, skilur, ef þú horfur á þannig, ef þú horfur bara á deildin er töluvert læra rönguð en Championship, þannig að þú veist, það er skref tilbaka en síðan, þú veist, náttúrulega heyri maður í Malmö og þú veist, aðeins í FCK og síðan komið bara heila, já, mjög óvart hvar þeir voru stattir og hvar þeir gáttu búið Já og sko þess að 200 miljónir þetta er sko miklu herra en það sko, hann var að segja okkur að fyrir þátt Nei, ég er ekki það er bara geðvitt og þarna við óskum Arnóri allsins besta í Malmö, við ætlum að fara að leikja á honum sko hvað sko ef við tökum liðin sem þú varst að ok, þú færi þess að fréttir í febrúar sem vorum að tala um áðan hvað fór Arnór Sig að gera? Hann fór að tala um umboðsmanninn, hvert fórst að horfa? Hvað ætlaði Arnór Sig að fara að gera? Það var eiginlega bara, þú veist, þetta var ég bara hafði ekki hugmynd af því ég var bara, ok, hvað er opið, skilur hvað getur við gert og þeir bara, já, það er þetta að fara lán hérna til Sviss í 2 mánuði og ég var svona,
spennandi. Hvað það að fara að gera fyrir mig, skilur þú veist, flýti eitthvað í 2 mánuði bara, nei. Og því ég var ekki 100% klár, skilur hvað ég meina, ég var ennþá að koma úr með sko. Þannig að ég þurfti alveg 2-3 vikur í viðbót og þá hvað mánuður eftir og, veist, þannig að þetta var svona, ok, veist, hvað er opið, sænska deildin er opið, sænska deildin er að byrja eftir 1,5 mánuð og þá var svona, ok, jú, ég er alveg opið fyrir að skoða það, þú veist, hvað kemur, skilur og Malmö voru fljótar að koma inn, þeir bara hringdu strax og ég var svona, ok, þú veist, ég er alveg til að fá, sjá og skoða, skilur, þú veist, náttúrulega verið í Svíþjóð áður og veit hvað þetta snýst og síðan bara fóru við viðræður og það, já, eins og ég sagði, smá sjokk, skilur, bara hvað þeir eru stættir. Já, sko, ert leikmaður bara Malmö í dag og þarna verður það vonandi í nokkur ár og hann ferð í næsta skref. Sko, talaði Malmö, Norrköping og Djurgården, þú veist, tölum aðeins um MLS á hann, þú veist, það talaði Tyrkland, hvar var hausin? Var það bara Malmö eða var eitthvað annað sem var spennandi? Já, þú veist, MLS eru auðvitað alveg spennandi þú veist, per se, skilur en á þessum tímabunti núna 26 ára að fara inn í Prime, þá veist, það langaði mig alltaf fyrst og fremst að spila í ykkur liði sem að ég hugsaði líka, þú veist, mér langar að fara að vinna titla, skilur, mér langar að spila í liði sem er búin að vera í núna 1,5-2 ár í bara alvöru harki í Championship og fá að fara í klúbb eins og Malmö sem að er dominant, þú veist ég hafði aldrei prófað áður, þannig náttúrulega Seska, en það er ekki hægt að bera þetta saman þannig að þegar þeir kom inn að þá hugsaði ég, þú veist, þetta getur bara verið einhvern veginn hvað segir maður, nú langt mig að geta þetta að vera klári og geta sagt eitthvað orðutiltæk en þegar það er eitthvað lélegt búið að gerast að þá er eitthvað gott sem að kemur úr já. Þeir aðra til lokast eitthvað svoleiðis að þá var ég bara mjög spenntur og var fljótlega bara einhvern veginn on it, bara svona, ok, þú veist, klárum þetta með Malmö, skilur, og kerum á þetta Já, sko, eitt sem ég verða Ég ætla að spegla þetta og segja mér langar að vera klár eins og Arnór að vera með hausinn svona vel skrúaðan á. Já, ég er samanlega því. Þú ert nefnilega ekki með þinn rétt skrúaðan á. En sko, þú náttúrulega í heimavinninni sko fyrir þáttinn þá hjófið leifir eftir sko að þú segir einhverju viðtali ef ég ekki mættur í sænskudeildina þá er ég alltaf að spila með Norrköping. Lærir maður kannski að maður á bara grjóthalda kerti þegar maður ratunum maður lærir það sko. Sniðið þetta að fara í podcast í okkur. Hversu, hvað var spurningin? Nei, ég ætla að segja bara hugsaður, auðvitað bara Malmö kannski bjóð betri laun, titlar og annað en svona hversu alvarlega tókstu Djurgården og Norrköping sem dæmi? Þegar Malmö býst? Ekki neitt, Nei, bara áhugi 0 þegar ég fer í þetta viðtal að þá er ég búin að vera í Norrköping í 1 ár eftir bara skýta tíma á Ítalíu og þú veist, ég mun alltaf segja að ég er ógeðslega þakklátur fyrir þann tíma þetta var bara, þú veist það var geðið fyrir þig já, algjörlega, og þá líka og þú veist, á þessum tímabúti þegar ég segi þetta að þá er þetta bara hvernig mér líður, skilur þú veist, af því að ég er náttúrulega bara að fara til Englands og ég er ekkert að fara til að koma til Svíþjóð til 2 Nei. Skilur, en síðan eins og við erum búin að segja, þú veist, maður veit aldrei hvað gerist bara, þú veist, þetta líf það bara, við veitum ekkert hvað gerist á morgun Nei. Og síðan endar þetta í þannig stöðu að þetta kemur upp og ég er 26 ára á Prime, Norrköping er bara að ströggla, þú veist, þeir eru bara ekki á þeim stað sem að ég er að leita kannski núna, þú veist, mér langar að fara, þú veist, ég stefnaði þá hærra og hærra ég er 26 ára og koma tilbaka, þú veist líka, ég bjóst ekkert við að vera í þeirri stöðu að það var náttúrulega allt lokað í rauninni, allir gluggar, skilu þannig að þú veist, það er bara ákveðin opsjónu sem eru opnir og ég náttúrulega valdi bara bestu opsjónu. Já, margur hefði haldið sko að þegar hann kerir hann heim eftir æfinguna, þetta er tilkynntandi byrjun febrúar sko, ég hefði bara haldið í einfelli minni bara, það er búið að loka öllum gluggum og ég er bara að fara að mæta þetta á æfingar svo trúður og má ekki spila sko. Þannig að það var alltaf gott að það var eitthvað opið. Já, ég er að segja, já, auðvitað og það er náttúrulega eins og ég segi og ég kýsa einhvern veginn bara að horfa að þú veist, það gerist allt út af bara ástæðu, skilur, þú veist, hlutinir eiga að gerast og það er eitthvað ástæða fyrir að hlutinir gerast og ég trúi á það og eins og þú sagðir, þegar hvað sagðir þegar aðra til lokast og opnast aðra sko. Já. Svo er ég líka með annað everything happens for a reason ég er svona alltaf endi í móla hérna já, við erum með kynum sko spáldómskökunni hérna við hliðina á okkur en sko einmitt, þú er 26 ára og þú ert að spila fótbolta sko, ég sá ummælum daginn sem að stungu mig Rory McIlroy var spurður einhvern mann hérna
og hvað svo, ætlar að taka þátt í öldungamótaröðin sem eftir PGA bara, þú veist, hann bara, já, en þá þarf eitthvað að fara hrapalega úr skeiðis. Það var eitthvað ránt, sem að segja bara, hann búin að missa ástriðuna fyrir sportinu, skilur. Þannig að mér langar að spyrja þig, háar hæðir, lágar lægðir, þú veist, svo líka fullt af fótboltamenn sem horfir ekki einu svona fótbolta, finnst kannski ekki gaman, þú veist, hver þín tilfinning gagnvart íþróttinni? Ef ég var alveg hreinskilinn, að þá, núna fyrir þetta frí, var ég komið ógeð fótbolta, sko. Já. Ekki beint, jú, ef ég bara alveg hreinskilinn, þá var ég bara komin á það stað, ég fann bara, ég er búin að vera í 1 ár núna, þú veist, 1 ár í ströggli, og fótbolti, þú veist, alltaf einhvern veginn, þú veist, að býta, þú veist, harkið af sér og bara einhvern veginn keira þetta hörkunni og þetta verður með þreyttur og ég fann það bara í síðustu leikjunum fyrir Malmö, ég var bara svona, ég þarf breyk, sko. Ég er bara það núna, þú veist, ég þarf bara kúplum frá fótbolta, bara ekki tala fótbolta sem ég kem í þetta podcast. En ég fatt ekki hvað ég meina, þú verður bara eins og gerist bara fyrir venjulegt fólk í vinnunni, það verður þreytt á einhverjum tímpóti á vinnunni sin, þó að spila fótbolta er það besta sem ég ger og þegar ég eru æfingar ég ekki að hugsa eitthvað, hvað er leiðilegt. En þú veist, þegar ég kem kannski heima þá er svona, ég þarf núna bara smá pásu frá fótbolta, sko. Þannig að þú veist, þetta frí núna kemur á frábærnum tíma þá get ég bara komið heim, verið með fjölskyldinni, ekki pælt neitt í því sem að gerast og bara kúpla mig alveg út. Þannig að, og ég hugsa margir fótboltamenn finni þessa tilfinningan einhvern veginn hræddir að viðurkenna að þeir finni þessa, þú veist, að því bara mamma og pappi voru úti og eftir bikarúrslitaleikin alltaf ógeðslega þungt og ég sagði bara við það, þú veist, ég sagði bara ég er bara búinn á því, sko. Ekkert á slæman hátt, en þú veist, þú finnur á ákveðnum tíma að þið þarftu breyk og þá kom þetta frí einhvern veginn á hárréttum tíma. Hvað er að hitta okkur? Við byggjum hann upp. Við byggjum hann upp í kvöld. Býttu, Það er brjóta hana. Brjóta hann fyrst. Þáttur er ekki búin. Byggjum hann upp og endum að brjóta hann. Þá er öfugt að mér er búin að snúa þessu við. Arnór, ertu kaffigall? Já, ég er mikill kaffigall. Ég fæ mér alltaf nokkuð og kaffi. Já, þú ert nokkuð kaffi. Það er nefnilega akkur það, menn með alveg vera heiðalegir. Við erum ekki að byrja mennum að, en sko, nú vill svo til að þú ert að spila í Svíþjóð og okkar menn, Sjöstrand, þeir eru einmitt þaðan. Er þetta rétt framborið hjá mér? Sjöstrand, já, það var klassísk, sko. Ég pantaði borðaðan á Dænótt fyrir okkur. Það er svoleiðis? Það er sósæln. Kom kannski aftur líka eftir. Við erum að fara sósælinn í kvöld. Ég var bara svo spennt að ræða Sjöstrand við Arnór því hann er kaffigall, hann býr í Svíþjóð. Er þetta ekki, drýpur þetta ekki á hverju stráu þarna, Sjöstrand kaffið? Jú, bara 100%. Já, út allt bara. Þetta er nánast sé ekki neitt annað. Nei. Það er allir að tala um þetta. Fyndi að þetta er sko bara heimilisfyrirtæki, eða þetta er bara einhver fjölskylda sem að rekur þetta og stofna þetta og á þetta ennþá og leggja þetta mikla áherslu á sjálfbærni en Birkir, þú varst að tala um Dænótt. Já, ég pantaði borð, ég þori ekki að segja ykkur klunga borð þeirra því að það var erfið, að því að málið er að staður sem Arnór tók okkur á í Manchester, ég þurfti að eitthvað neina, þú veist, það var alveg heldur staður, sko. Þannig ég gæti ekki tekið eitthvað kannski á... Það var karaoke staður. Já, það var gaman maður. Taka sér pottum það maður, Sweet Caroline. En já, það verður, já, Dænótt. Ég vissi ekki að það væri svona lægvísir på þetta. Nei, það er áttu þetta myndbandið. Já. Já, það fyrir ekki að miðluna. Það er kyrfilega læst, en... með þættinum. Með þættinum, já, shit. Sjáum til með það. Það er ringum við sögu. Já, hvernig líst þér á Arnar Gunnlaugsson, ef við færum okkur í landsliði? Mjög vel. Ég held að þetta sé langbesti kosturinn sem hann var með vinningu fyrir öllum öðrum. Þú veist, hann ekkert á þessum tímapunkti á sínum karriér, þú veist, þvílíkt hungraður búin að ná velgengni að fá að taka við landsliðinu og landsliði líka á þeim stað þar sem þú veist með marga leikmenn sem eru bara á flottum stað á sínu ferli og á þannig aldrei að þú getur einhvern veginn haft svo mikil áhrif á bara hvernig þeir haga sér og hvernig skilja hvað ég meina, þeir soga allt inn þannig að fá hann, coach eins og hann er bara mjög gott, þú veist, ég meina eins og þess vegna er ég mjög spenntur að sjá eins og leikina núna og eins pirrandi og það er ekki að vera þarna að þá er þetta heldur góði leiki fyrir okkur að því að náttúrulega við byrjum ekki eins og við vildum en maður veit það alveg, hann er náttúrulega komið allt öðruvísi en við erum vanir. En getum við spilað góðan fótbolta? Já, við getum það alveg en við getum líka
við þurfum líka átt okkur því að við erum alltaf litla Ísland þannig að við getum alveg spila góðan fótbolta á okkur tímpúnt en líka síðan verða tímpúntar þar sem við þurfum að fara bara í Kári Árnar ekki sig bara skall í burtu þú veist, skilur svoleiðis, við þurfum að átt okkur á það þú veist að það er að hitta þetta balans, við erum ekki að fara að vera spátn sko. Nei. Við vitum það alveg en vissu það, við vissum ekki að það tók okkur smá tíma að læra það já, þú skilur hvað ég meina við getum alveg spila svona fótbolta kannski ofar á vellinum og þú veist en landslís fótbolti versus kloppfútbol er bara, þetta er bara allt annað Ég líka, hvað færðu, 2-3 æfingar fyrir leika? Já, ég er að segja það, þú veist þannig að þetta en á sama tíma held ég að hann sé veist, hann er mjög góður í að koma veist, hann er góður man to man, ég er búin að eiga nokkuð spjöll við hann þar sem að við bara svona förum ekkert yfir þetta og skilur og hann er já, til að svara þessari spurningu sem að, þú veist, ég held að hann sé hárrétti maður í þetta En maður spyr sér samt sko til að vera, við erum alltaf harðir Arnar Guðmundsson, menn hann hefur komið 3 sværi þáttinn og við elskum hann sko en það er aðeins annað að vera með Víking það sem þú ert með á grasinu alla heldist daga eins og við tölum við þarna fyrir 2-3 æfingar það var alvöru rembingur í gangi hérna með Stefán Teit í Hafsend, Ísak Bergmann í vinstri bakverði hann kannski bara lærir af þessu leikjum og vonandi verður bara klárir í haust Já, ég held að þú veist það er auðvitað að segja ef við hefum unnið þessa leikja þá að hann verið Jose Mourinho skilur Já, en það er bara alltaf þannig Já, þannig að veist, það er stutt á milli í þessu og kannski gekk ekki alveg hana í Þetta var ekki gott þannig að það verður spennandi að sjá núna en ég held að veist, fólk er náttúrulega já, þeir sem að horfa á þetta auðvitað frá eru náttúrulega besservissar Já út með 300, hvað er að tala út með 400 úrslandsliðstjálfara Já, sem er allir betur en hinn sko. Þannig að, en eins og ég held að hann sé ekki mikið að stressa, ég held að hann sé góður að ekki vera að breyta því sem að hann, upprunlega planið hans skilur hann ekki að breyta því að fólk er ekki að tala skilur, let them speak sko. Þannig að heldur þetta verði mikill þú ert náttúrulega ekki búin að fá að spila undir hans stjórn eðrilega ennþá en munur á, eins og til dæmis hvernig OK og Ræti leikin upp, heldur þetta verði eitthvað allt annað Já, ég held að vissu leiti verður þetta allt annað því að hann er náttúrulega bara kannski með miklu meiri identity sem þjálfari, þú veist hvað hann vil fá þannig ég held að já, töluverður munur og örugglega líka bara hvernig hann vinnur þó að ég kann mjög vel við Óge og hvað hann gerði og hann hjálpaði mjög mikið líka þannig en ég er já, smá kýtlar lappirnar að byrja að vinna með Arnari Já, spennandi Framtíðin, hvernig lítur hún út? Það var voðalega opinn Þetta var ekki spurningi Á hvaða sviði? Já, landsliðinu Já, Í kvennamálunum Ein íslensk takk Íslenskt er best sko. Íslenskt, já takk Ein spurning á íslensku, já En já, framtíðin, ég held að spennandi bara af hverju ekki, skilur af hverju ætti maður að vera eitthvað neikvæður lífið er alltaf stutt til að vera eitthvað neikvæður sko. Þannig að ég ætla bara að segja, framtíðin er ógeðslega spennandi, þetta er bara geðveikt. Já. Þú varst að spyrja framtíðin með landsliðinu eða ekki? Jú, þetta var svarið við því líka. Ég held að vera að tala bara um í lífinas. Já, líka það. Líka það, já. Bara allstaðar, framtíðin er bara... Nei, hún er ekkert í gangi þar. Já. Því að það er annar sorry. Já, nei, sorry, það er annar. Ég skil ruglingin núna. Þetta er handriti. Það er umræði punktur sem heitir framtíðin. En það var ég ekki alveg að skilja það Leifur Takk fyrir þetta Leifur eins og svo mörgu öðru ekki með hausiskrúan Nei, farið á HM 2026 Já, þetta var aldrei alltaf lust Þar verðum við Þar verðum gaman þar þessi sænsku stuður sem þeir munu blikna og hliðina okkur Já, hann segir bara ég kynnt þessi Malmö stuðningsmönnum en Birkir og Leifur Náðuru EM og HM Nei. Varst á staðnum? Já, hann var á staðnum, já. Nei. Hann er að býja til 26. Þetta verður geðut. En þetta verður geðut, þess að þetta er komið bara. Þetta verður geðut. Það verður geðut. Ég heyri bara hvernig Arnur svaraði spurningunni. Hann er að bóka miða núna. Við munum setja þessa klippu í stóri þegar við tryggjum okkur á háan. Sko, það er Payday sem að færa okkur næsta umræðulið. Elskum Payday. Já, elskum Payday. Svo gaman að hafa Láttu Arnur þekka það, Bókhaldsár vikunar er álagningaseðill. Já, spennandi orð, sexy orð. Já, álagningaseðill er yfirleitt frá skattinum sem sýnir niðurstöðuna og skatt frá ég nenni líka að klára þessa setningu. Hvernig er það að pæla í þessu?
og það er sölupunkturinn. Já, hann er ekki að pæla í þessu. Að Peiti bara sér um þetta. Þú veist, maður er búin að reyka fyrirtækinn í 5 ári, ég veit ekki ennþá hvað þetta er. Nei, það er ekki vita. ChatGPT. Já, þetta er bara akkurat það. Ekki setja fjárhagsgögnur okkar en það eins. Nei, Peiti er með allt upp á 10. Hvað er það? Á maður ekki að senda neitt persónulega? Ég tala sko að þú veist eins og vinnustæðir er alveg feimnir við, þú veist, það má ekki setja segjum bara dæmi, ég er að vinna á skráðu félagi, það er ekkert mjög vinst, þú mátt ekki setja neinn gögn sem að engin annar má sjá. Sko bara stóri gagnarleikin og Heimar bara... Ég er í slæmi málum að ekki gagnarleikinn ChatGPT, sko, ég held að séu allir þar. Maður hefur spurt hana alls konar spurningar. Já, blessa, veist. Maður myndi ekki vilja að það tjatt myndi leka. Nei, það helst ekki, sko. Líka bara hvað maður er heimskur, sko. Já, það er alveg það hjá mér. Hvað ertu að spurja? Hafið tekið bara... Í hvaða deil spila Malmö? Hafið alveg tekið ykkur auka umhversunarfest bara ég get nú ekki verið að spurja það þessu þó þetta sé bara vel. Ég pæla ekki, ég bara skrifa og sendi sko. Já. Ég var lent í að vera bara Svo er maður að heyra að það sé bara galið að vera þakka henni fyrir og heilsa henni og hvað, því að þú er búin að eyða óþar orku í það sko. Sko, ég er alltaf næs við henni sko. Ég hef heyrt að það sé Okkur séu hana Sammála, þetta er hún gerur Ég hugsa alltaf um hann sem kvenkin sko. Ég hór alltaf bara á kvenkin. Myndir þú segja, hann GPT eða? Þú veist Nei, ég held að maður getur bara ráðið í hvort að maður, þú veist, þetta er bara vinum hans algjörlega. Ég horf á þetta sem hann ég er þetta með redda Ég tala líka um þannig bara málefni að ég myndi ekki tala um það vistar. Nei, ég er alltaf feministi, Arnór ekki feministi. Það er kannski munur nokkur. Þú elskar konur svo mikið, þú ert alltaf að tala um það. Ég tala alltaf um hana. Já, en hérna aftur að þættinum hótanir í búið Peiti. Við ætlum aðeins að fara yfir Þeir fengu hótanir þar. Já, þegar ég meina þetta er rosalegt. Það er ljóst að stuðningsmenn Norrköping voru ekki hrifnir að þeir að hafa valið Malmö frekar Norrköping. Er það rétt skilja okkur að fjölskyldaðin var fyrir barðin á þessu? Já. Þau lenda alveg í þessu sem að er svona leiðilegt, þú veist. En ég veit ekki, þau fengi ekkert mikið til sín. Þetta er náttúrulega bara gegnum mig, meira bara að senda á mig, sko. Bara, þú veist, kill your family, bara svona dæmi, sko. Sem er, það er ekki eins og ég hef hringt á lögreglum bara að biðja um security á mömmu og pappa. Þú veist, ég veit alveg að þetta er bara eitthvað í reiðinni, skilur. En á sama tíma þegar þetta er komið þarna, við erum með að skrifa hvað sem er til mín, bara bring it, sko. En þegar þetta er fjölskyldan og þá er þetta svona yfirstir ekki. Já, þetta var þarna, sko, ég sá einhver frétt í dag og var þetta tilkynnt til lögreglunnar eða eitthvað svoleiðis, eða? Við rættum þetta aðeins í Malmö hvað væri best að gera, en síðan á sama tíma var þetta svona, þú veist, flestir þessar akkántar eru eitthvað, þú veist. Já. Ertu stressaði fyrir Norrköping úti? Nei, ég get ekki beðið. Nei. Það verður sokkur. Það er bara hringur í kringum þann leik og kannan. Það ekki, sko. Ég vona Arnór Ingvi sjálf, veist það. Já, Arnór Ingvi, kongurinn. Sko, nú koma umræðanlegin fremtíðin sem að Leifur spoilaði fyrir mig áðan. Sko, tölum á hann og þetta er dreif að spila framtíðin út bara. Já, sko, hvar langar Arnór sig að spila í draumaheimi, La Liga, Premier League, gefa Serie A annars eins? Sko, mér langar að prófa La Liga og ég held að Serie A var líka alveg, veist, allar þessar þrjárdeið, maður náttúrulega veit aldrei, en draumurinn hefur alltaf verið Premier League. En núna, ég hef náttúrulega prófað að fara til England, skilur, og hentar það mér sem fótboltamann, ég veit það ekki. Þannig að Serie A og La Liga myndi ég segja er Serie A og La Liga er. Já, það eru glæðið fyndi fyrir þann hlustanda sem er að hlusta og takk allir fyrir að hlusta að ef þú myndir taka á því beit þáttin sem við fengum fyrir árið síðan og svo núna þar eru að tala um bara það er að útmættur í Championship, þú var byggjað upp nafn á Englandi, eins og Arnór talar vissulega skref tilbaka, farið til Svíþjóðar, en þá kannski komum við bara aftur að þessu stefi sem við erum að tala um í allt kvöld að það er bara ekki hægt að ákveða sig að teikna upp eitthvað path, það er ekki hægt. Nei, sem er sann svo fallegt, þetta er einhvern veginn bara, það fara allir bara different ways og í fótboltanum er þetta miklu meira unexpected en nokkuð staðar annars staðar í rauninni, skilur við erum bara númer þú veist bara til sölu skilur við, þannig að þetta er bara og veist, hversu langur tími er þetta ég er búin að vera atvinnumæður núna síðan ég var 17 veist, í 8-9 ár og veist hvað er mikið eftir, skilur þetta líður svona
þannig að maður fattar það líka núna þegar maður er eldri skilur, þetta er ekki forever sko. Þannig að ef ég ætla ekki að njóta þess núna að vera í þessum forréttinda stöðu að geta gert það sem ég er að gera og bara lifa þessu lífi sem ég er að lifa að þá til ekki sér maður þá að þessu ef þetta er leiðilegt að maður er neikvæður að maður er að horfa á eitthvað, pæli ykkur okkur er þetta svona, okkur fæ ég þetta ekki og bara, degiðu skilur halda áfram njóttu þess við síðan degiðu öll og það er alveg sama Þetta er svo gott og sorry ef ég er að drepa hlustundur og leiðendum sko, en ég ætla að taka núna smá ég þekki það sem skákmaður sko, maður er kannski tefla á móti gæja og svo hugsa maður bara, maður einbytt sér ekki að skákin sem er í gangi, maður er bara að hugsa já ég vinn 2-3 skákir í röð og þá fæ ég þennan gæja og svona, bara klísja að segja þetta en að vera bara í núinu, klára það sem þú ert að gera núna vel, ekki vera að hugsa já ég ætla að taka Malmö þetta núna í 2-3 ára og svo er ég fann í prem eða eitthvað, bara hugsa bara stansi vel. Ég var þarna, nákvæmlega eins og þú varst að segja, þegar ég fór til Venezia þá fór ég til Venezia því ég var að fara til Juventus árið eftir skilur og líka alveg fyrsta tímabili í Englandi, ég var bara svona ok ég ætla að fara hérna og síðan ætla ég í Premier League skilur þannig að þú ert ekki á staðnum og þegar þú ert ekki á staðnum og þá ert ekki að gera 110% það sem þú getur verið að gera Þú strax byrja að hugsa næsta skref Já, einmitt, og ég var bara 100% þarna, sérstaklega á Ítalíu, aðeins skárra á Englandi því þá var ég búin að læra af Ítalíu tímanum en þá var ég bara, ekkert að pæla í einhvern veginn bara, já, þetta kemur bara sjálfur sér ég verð bara hér og spila vel í Serie A og fer síðan í Juve, síðan lærir maður þetta verður maður ungur skilur og lærir en það að þú ert ekki á staðnum þá ert ekki í núin og þá svo mikið sem maður ert að gera rámt. Já, algjörlega. Þannig að nú ætlum við bara að fókusa á Malmö, taka nokkra titla, svo bara skoðu þetta. Við verðum að spyrja, hringdi Freyr Ali í þig, reyndi að fá þetta í Brann? Hann var náttúrulega tók við Brann og já, við vorum alveg aðeins í text message og náttúrulega, ég elska Freysa sem þjálfara og sem bara gæja persónulega hjálpaði mig mikið þegar hann var með landsliðin, þannig að ég þvíli takkláttur fyrir það sem hann hefur gert fyrir mig, sko. En kannski á þessum tímapunkti var Malmö minn númer 1 sko. Já, og það var rétt valið. Já, sannarlega. Við erum að detta inn í kalda kari riddarspurningar sem við þekkjum. Já, það er stöttar eftir bara. Og einn óhefbundin lið en... Já, spennandi. Bitu. Byrjum á Subway. Arnór, hitta eða rista? Rista. Já. Hvaða bátur? Á helst? Teriyaki kjúklinga. Já. Alltaf ferska... Afrískur teriyaki. Verði afríska þorskjúklingin. Hvað sagðir þú? Það skiptir ekki mál. Förum í veikindin. Í Tyrklandi. Þau voru rosaleg. Takt okkur bara í gegn. Hvað gerist þarna í Tyrklandi? Þetta er bara, þetta er að skrifa bíómynd um þetta, sko. Já. Í rauninni gerist ekkert mikið þannig til að förum allir heim, sko. Ég fann fyrir þessu leikdegi og þess vegna spilaði ég ekki leiknum. Var þetta bara matareitrun eða? Já, þetta var bara full on matareitrun og sem að við greinilega fengum hana daginn fyrir leikið eitthvað. Ég var byrjað að finna fyrir þessu á leikdegi, bara ég er eitthvað slæmir í mann, sko, bara er að hlaupa bara inn á klósett, bara það kemur það fresti, sko. Og síðan ferðistu allir heim daginn eftir og þá, ég man ekki það var einhver eitt sem að textaði svona 20 tíma eftir að hann kom heim, bara er ég eini sem bara búin að vera fastur á dollinni og þá kom bara 16 gauðra bara nei ég og bara nei ég líka, þannig að það voru bara, ég veit ekki hversu margir, bara 13-14 sem að fengum matareitrun sem að við lentum ekkert í því í ferðinni sjálfur en bara eftir shit og þetta var bara, já þannig að passi ykkur í Tyrklandi, sko. Já, veistu hvað þetta var? Nei, ég veit ekki hvað það var. Nei. Þetta er alltaf ekki verið Subway. Þetta gæti að verið afrískur þorskjúklingur. Já, líka. Alvöru þannig, sko. Nei, það er ólíklegt, það er auðvitað bara gæðakött en við verðum að taka eitt fyrir staðan og skagan. Já, fíllinn í herbygginu alltaf. Já, þetta er stóri fíllinn. Okay, sem við erum ekkert búin að ræða. Hefur áhyggjur á þínum munum? Neðstir í deildinni? Nei, ég held að áhyggjur, en þetta lítur ekkert vel út ef við viljum bara reyna íslensku. En ég held að þeir séu bara þannig þeir eru á þeim stað eftir tímabili fyrra þeir detta alveg í gang, þetta hefur bara verið svolítið á móti og þeir hafa ekkert verið að spila vel. Í fyrra voru allir að einhvern veginn að delivera og spila yfir getu ef hægt er að segja,
við vorum bara þvílít nála til að vera í Evrópu, skilur, og það bjóðast engin við því. Var þetta kannski búið þegar Ingi Sigur sendur á lán? Já, ég meina, auðvitað er hægt að segja það þeir kannski gerði ekki allt rétt, ég meina, Ingi náttúrulega, þó að það sé bróðum alltaf, þá var þetta leikmaður sem að easily á að vera spila og... Já, einhverju rullu. Já, því að hann hefur bara sýnt það þegar hann fær mínútur að hann deliverar. Þannig að, já, þeir kannski, þú veist, hægt að tökum það í næsta þætti fyrir mig ríja. En auðvitað að vera veitur eftir á hann. Ég held að þeir hafa ekki gert allt rétt fyrir tímabil og síðan hefur þetta kannski svolítið komið í bakið það núna. Nei. Ég ætla ekki bara að segja það því Ingi fór á lán. Nei, en heldur að menn sé átt að segja bara að Henrik Harðar hafi verið miklu mikilvægur en fólk held kannski? Já, hann alltaf var það, þú veist, þetta kannski gerði þetta skýta jobb, hlaupa og naggast og kannski Viktor Jóns naut góðs af því. Já, algjörlega, því hann er náttúrulega meira bara svona beautiful striker, bara algjör nýja, bara markaskori að hafa eitthvað svona, ég man bara þegar Garðar Gunnlaugs var að raða, þá var Tryggvi í svona svipuðu þannig að þú veist, þegar þú ert með svona leikmann þá þarf það að hafa réttu típuna með honum, 100%. Þannig Jón Þór Hauksson, we believe. Er það ekki það? Jú, hann var náttúrulega coachið minn líka þarna og þú veist, það er auðvitað alltaf hægt að horfa í þjálfarn og hvað á að láta fara og láta vera, en ég held að þú veist það er bara rífið í gang, skilur taka núna 4 daga frí, ég veit að það er í fríi þannig að það er hella vel í sig og vera klárir eftir helgi. Já, mér finnst það heldur gott story, ég má ekki segja þetta, en það eru menn sem að hafa talað að maður ekkert heldist frí en svo eru bara maður ekki skamenni frí, en það er bara gott að leiða mönnum að þess að bústa Já, frí er mikilvægt maður, það er jafn mikilvægt. Lát okkur þekja. Það komið að kalda karun Arnór. Hvað er það? 2 manneskjur lífsæða liðnar með þér í kalda karið. Með kaldan. Já, bara ok. Vá. Hverjir sem er í heiminum. Bara dánir eða ekki. Ok. Sko. Ég tek alltaf eitthvað tvo með mér. Sko, ég ætla að velja einn leiðilegan sem er mjög basic og það er Tiger Woods. Ok. Og síðan ætla að taka DJ Khaled. Já. Það er enda kar. Að því sá gæi er bara þakklætasti gæi sem að ég hef ævinni séð. Já. Ég er að fylgja hann á Instagram og hann er bara allt er svo fallegt og allt er svo beautiful og hann er bara svo þakklættur og þú veist. Dóldi eins og þú. Já, eins og ég reyna að vera. Þannig að þetta er bara svona, já, þessir með Tiger og DJ Khaled, ég held að þetta væri Tiger að fara í kærleikann líka. Hella vel í Tigerinn. Já. Og vera þengul með DJ Khaled. Það hljómar eitthvað svo geðveikur pottur. Já. Það komið að rittar spurningunum. Þó, ég er búin að lauma einum liðin inn. Ok, og ég veit ekkert hvað það er. Nei, þú veist ekkert hvað það er. Nei. Og hann er lofa. Já. Ég skal bara koma hreint úr núna. Hann er pínulítið gerður til höfuðstér. Frábært. Að því að málega það, við erum að fara í Kem í fagnið. Ok. Hvað er það? Kem í fagnið? Kem í fagnið. Ok. Að því að nú er þetta að verða... Hvað ert þú með eitthvað iconic fagnið? Nei, þannig sé ekki, sko. Bara hendur upp í loft Já, ok, sorry Varlega nú okay. Ekki grípa fram fyrir þáttasöndunum. Nei Kem í fagnið. Lent Lói Bergmann einhvern veginn með þessu Nei, sko Kem í fagnið, auðvitað kem í menn nývara Max Shine, Cordless, Electric Sprayer og Foamer, rafluðu drifin 2 lítra kútur. Maður fær bara vatn í munnin. Já, vatn í munnin. En kem í fagnið virkar sem þannig að því að við lifum á gerfinhætta öll, TikTok, auðvitað að tröllir í þessum heimi og við viljum gera klippur, en svo finnst mér líka bara gaman að setja þig á punktin, Birkir Karl. Já, takk fyrir það. Þannig að nú ætlum við allir að taka kem í fagn, bara eins og við værum að skora úrslitaleikið á, segjum bara að þú væri bara slökkva á Wembley, bara fyrir framan alla, bara 1-0. Bara JD-stæl bara. Já, bara akkurat JD-stæl. Hvernig fagnar við? Kannski bara byrjum á þér, Arnór. Hvað, á ég að útskýra að við sína það? Nei, þú ert að sína. Hann er bara myndalinn, þú tekur bara fagnið. Á Wembley, ég myndi 1950 myndi. Sussi. Já. JD var ópepar og tók nýslætt, það var ekki alveg máli. Nei, það var ekki náðu gott fyrir hann. Ég sammála því, mér finnst það hræðilegt. Og síðan bara silence, please. Sussa, allir að tala mig, hætti þessu. Ég tek Luka Tóni. Þessi? Já. Þetta er svo þægilega list, ég var að hugsa með þér að standa upp. Nei, við erum alveg með þetta. Ég ætla að tekja nýslættinu. Ég held ég tæki Daniel Sturridge. Hvað varstu lengi að undirbúa þennan lið? Það tók alveg tíma. 30 sekundur. Nei, þetta var einn kvöldstund. Já, ok. Já, ég held að vera Sturridge. Þú verður líka sveitur þess. Vá, þessi liður er komin til að vera, ég kan að lofa það.
Fáum hérna Hvað, Kristján kem í Frosta í fagni? næsta þátt og Hvernig myndir þið fagna? kem í fagni. Já, bara ángrís, það verður skemmtilegt. Þegar það veið ekki í gegn. Herri, sko, þetta áhugavert hérna. Matic, dæmdur í 2 leik, bann í frönsku deildinni. Já, Sem fyrir sagt, hvað? Málið var það að leikmenn voru með skilaboð, hvort það var æfingatreyjan eða bara albúningurinn eða hvernig sem það var, sem sagt, gegn fordómum á samkynnið. Og hann teipaði yfir sér skilaboð þegar hann neitaði að, þú veist, ég skil líka punktina að þú veist, það er örugglega pirrandi stundum þegar það er bara eitthvað sett framan að því og þú ert bara manneskja sem hefur ákveðna skoðanir ótengt þessu málstað. Þannig að mér langaði samt að spurningin er hins vegar svo, Arnór, þú veist, menn hafa farið úr treyjunni og það er búið að banna þetta er guldspjald vegna þess að það eru einhver skilaboð falin. Þú veist, hefur einhver skoðun á þessum málum? Eiga íþróttamenn að tjá sig þarna? Hefur þið gert svona? Eitthvað, já. Ertu að meina eitthvað Þá meina ég kannski bara skilaboð eða Já. svoleiðis? Nei, ég hef ekki gert. Þú veist, ég hef alltaf bara tekið þátt í því sem er í gangi, sko. En ég veit það ekki, maður hefur séð þetta áður. Þú veist, ég held að maður sé ekki eini sem maður er eitthvað að teipa fyrir eða þú veist, eitthvað á móti, því þetta er alltaf bara annar kultúr kannski sem er alveg upp við að fair play, skilur hana að ég veit það ekki, kannski svolítið hart að allir eigi einhvern veginn bara samþykja það sem er í gangi í því land eða skilja Já, eitthvað algjörlega. þeir eru alltaf að koma frá öðru landi og öðrum uppruna bara en ég veit það ekki kannski okkur, já það er kannski svolítið hart finnst mér að senda menn í bann fyrir það en á sama tíma skilum að það Hefur rifið úr? Nei, já það inni Átt það inni bara Og að lausa núna sko Hvern penningunni býður sko Jú. En sko, þú veist, ég bara aldrei skila að því ég skil alveg að þú veist why always me, eitthvað svolítið bara búin að tússa eitthvað á bóliðin Það var þetta geðvitt En akkur má ekki bara henda í winner á Wembley og slökku í liðnum og rífa sig úr ofan og bara fara að kassa Já, ég held að sé ekki langt í að þetta veri Já, þetta er geðvitt Ég held að eina, þú veist, þetta er náttúrulega Já, nei, samt ekki þetta tekur engan aukan tíma en eitt svoleiðis þú fer bara treyjuna og fer allir í treyjuna ég veit það ekki, kannski eitthvað augra þú veist, ég veit það ekki ég veit ekki okkur, en fyrir mér er þetta galið veist, ef ég verið Jóndar hefði alltaf gert það Já, svo er kannski bara stemning í því að taka á sig gula þetta er bara, þú skilur einhverjum tilfellum bara Já, það er worth it í bara mörgum tilfellum rífa sér úr kassan Já, akkurat, það er komið að frumherja riddara spurningunum Þetta Arnór því miður ekki búsettur á Íslandi og fær því ekki að njóta þess heiðurs að fara í skoðun hjá frumherja Er á Benz held ég, en það ekki? Já, hann er Benz-kall sko Já, Ég er frumherja-kall Þú ert frumherja-kall, já Þú kaupir aldrei nýja bíla vegna þess að það var Ekki svo langt búið að skoða okkur að fara með á skoðun Rétt Já, svo segjum Birgir Ég er oft bara að kaupa bíla sem er að fara með réttan miða frá frumherja sko Já, ég skil það vel, enda gott kaffa á könnunni og vinnarlegt viðmót sem að blasi við þar Sko, Hreiðar Henning, hann rýður á vaðið, fyrsti riddarinn Ok, hættulegt Þetta er nú bara rólegt til að byrja með Hver er skoðun Arnórs á gegenpressunni hans Ralfs? Ég skal byrja á því að þetta er ekki það sem hann er að meina með gegenpressunni Ralfs Nú, hvað er hann að meina? Ég ætla bara að tala hvað hann er að meina þetta er bara hann er að tala um kettingar Já, þetta er á djamminu skilur þeirra þú veist, allir að dansa eitthvað og þú veist, kannski menn ekki fallegastir í heima, þá er gott að nota gegenpressuna þá leifur stelpun ekki að snúa þannig að þú ert að dansa, kannski fyrir aftan hana og þannig að hún snýr ekki og næri ekki að sjá hvernig þú lítur út Nei, það er skynsamlegt þá er gegenpressin góð þannig að persónulega hef ég ekkert að móta gegenpressin Nei En ef ég væri þú, þá væri ég ekki í pressunni Þá væri ég bara leifin að snúa Ert þú í counterinu meira? Nei, ég bakka bara alveg tilbaka bara leifin alveg að snúa Þú ert í counterinu, þú leifir þeim bara að sækja og svo er það bara Ég myndi líka að gera það ef ég væri hann Ég skal alveg segja það Já, einmitt Við þurfum að fara hart í gegenpressing Já, Birkir, þú varst einhvern veginn að fara yfir þetta með mig betur Þú náttúrulega Já, ég kann þetta út á henni Og Arnór líka, já Mér grunaði að þetta væri ekki fótboltaspurning sko. Hvernig Lukas Leo er næstur hann spyr hvernig tilfinningin að vera top 30 mesti meistari á Íslandi Ok Lukas Leo Það er ekki gott, ég veit ekki hver það er þannig að það er komin á jörna Nei, enda ertu bara top 30 Top 30, ég tekið mér, hvað er við 300.000 Já, Top 30, I take it Viktor Már Birkir spyr
Championship cash eða rússa cash? Endar alltaf einhvern veginn í cash Já. Nei, þú veist, náttúrulega 9% skattur í Rússlandi sko. Wow. Tökum því. En á sama tíma leikjabónus og svoleiðis í Englandi ekki eins og, já, þú veist, það ekki eins og neistar annars. Nei. Hvort var betra að þú horfir á heildartíman? Ég var náttúrulega svo lengi í Rússlandi. Já, það er rétt. Já. Er þetta bara saman sko. Við sendum útreikningana eftir þátt. Förum yfir þetta með ChatGPT. Arnór sendi ChatGPT út. Til dæmis, þú mætir ekki senda þetta til ChatGPT, skilur. Nei. Ég er samt margt verið en þetta. Bara ég með þetta í laun í sænskum, en hvað er það í íslenskum, skilur? Hvort var það betra í Englandi eða Rússlandi? Maggi Matt spyr, er stóru seðlum einungis eitt í dýraflíkur og skartgripi eða ertu í bréfum og steypu líka? Ég er í bréfi, ég er harður í steypunni sko. Bréfunum líka. Þannig að það er alls ekki, jú, ég hef gaman af fashion og stíl og skartgripum. En á sama tíma skartgripur ekki líli fjárfesting. Nei, svo er það. Þannig að en ég er harðastur á steypunni. Það er bara hannig. Já. Ef þú ert, já, hann fylgir sér eftir. Ef þú ert í steypunni verslar í heimabyggð Akranesi? Bæði. Já, Bæði betra. Bæði og í Svíþjóð líka. Þannig að ég er farin út fyrir landstæðan líka. Já. Lælega. Hann spyr, hvað áttu bréf? Já, ég ætlaði að sleppa henni. Nei. Íslandsbanka. Já. Takk. Gott svar. Sko, David Jones, hefur þú smakkað dölunar? Það eru auðvitað frá Svíþjóð líka. Hvað meinur, þetta er hans main sponsor? Ég er að gleyma mér hérna. Ég ætla bara að leifa þér að taka sviðið þarna. Það er ekki með Bjarnar Berinda, sko, með Arnór Sig sem er bara... David Jones, já, það er bara lykillinn að lífinu í rauninni. Þess vegna er þetta jafnaði loksins á þessu meðslu. Já, ég var alltaf lengi að fatta þetta. Leið og ég fór að borða þetta, þá var ég bara hann góður. Þú veist, við bullum mikið í þessum þætti, en þú ert harður David Jones maður. Já. Ég held að hann hafi sænaði eftir að við fórum út, er það ekki? Jú, þið hjálpuðu mér, þið ætti að fá prósent af þessu. Já. Ég sendi reikning. Já, það eru geggjar og þetta cinnamon bun nýja bræðið. Æja, það er samlega galið. Gísli Þór. Þessi er góð. Já, þetta er svo mikill brósa þáttum, mér finnst það skemmtilegt. Power rank á gellur, íslenskar, sænskar eða breskar? Breskar er neðst að segja. Sko. Svo flækist þetta. Svo er nefnilega flækist þetta. Snúið. Sko, íslenskar stelpur eru, þetta er svo erfið, sænskar stelpur eru náttúrulega fleiri. Já. Það er erfitt að keppa við það, þú veist, að meira, sérð miklu meiri sænskar stelpur. En falleg íslensk stelpa, þú veist, það er ekkert betur en það. Nei, þið heyrið það stelpur. Þessar 16 stelpur sem er að hlusta á okkur. Ég held að séu satt fleiri, já. Við erum reyndar, ég verða að klappa okkar hans á baki, við erum komin í hvað, 75-25 eða eitthvað? Já, eitthvað nálægt því, stundum. Já, stundum, já. Eitthvað nær 20 almennt. Það er bara sigur, sko. Klíntu það Arnór að vera í 90-10% hlutvöldum í kynjaskiptum. Ég segði mér það ekkert fyrir þáttinn, það er kannski ekki komið. 75% gaurar. Já, nei, þú veist, það er á góðum degi, sko. Það var 90, sko. Ok. Og þetta er jafnréttisbaráttur sem er í gangi. Já, við erum að vinna statt og stöðut í þessu. Hilmar Halldórsson, er Neymar sá allra vanmetnasti leikmaður heims? Já, ég held ángurís, já, bara 100%, ég er þar, sko. Já, það? Já. Þú veist, þegar þú horfir bara leikmaður, ok, hann kannski hefur ekki unnið þessa titla sem að, þú veist, þegar þú horfir bara pjúra bara fótbolta, þú myndir bara ekki horfa á neina titla, myndir bara horfa á hann spila fótbolta, þá er hann bara, þú veist, fyrir mér er hann á eftir Messi, sko. Já, tókstu Netflix þetta að segja. Já. Áhugaverður gæðir, sko. Og þetta er bara svona, já, þú veist, hann bara er að leika sér inn á fótbollalli. Já. Síðan er aðrir eitthvað að panika og stressa bara við sendingum, skilur, hann bara... Já, hann er þvægilega góð. Hann er þarna því hún finnst bara geðvitt gaman að spila fótbolta, þetta er bara svona list fyrir honum. Já. Hilmar Halldórsson spyr saknarðu sögu? Hvað er þetta? Nei, Hermann Guðmunds í Kemi spyr þú ert ennþá á lausu? Já. Hvað er það, Hermann? Já, hann er eigandi Kemi og hann var mikið að bæla í þessu. Þá bara komið að loka spurningunni, við erum að fara á Amerika bara að horfa á seinni hálfleik á Ísland-Skotland. Spennandi. 0-1 fyrir Íslandi, segir hann. JT. Ég verð nú eiginlega bara í beinni útsendingu því það er nú fella þáttur. Staðan er núna
1-1 Hvað sko það? Andri Lukas, 8. mínútu og þeir jöfnu á 25. Það er 1-1 núna. Hver er með úrslita? Hvernig verður það núna? Þú getur sagt það 2-1 JT 2-1 JT, já nýsla hætt Við fengum hann fyrir árið síðan við spurum hann glæða spurningu líka en hann er búin að læra mikið á þessu eina ári Eitt ráð til ungra leikmanna Sko það er svo ógeðslega það er allir sem þið svara bara já, bara verður með markmið og æfðu þig og þú veist, gerðu þitt besta og dream, þú veist, auðvitað er það mikilvægt en það allra mikilvægast er bara að þú veist, hafðu gaman að þessu, skilur þú veist, verðu bara þú veist, njóttu þess að fá að gera þetta njóttu þess að fá að ströggla njóttu þess að fá að ganga vel að þetta er allt, þú veist þegar þetta er síðan búið að þá myndu að horfa tilbaka og ef þú ert ekki að njóta þess á meðan þetta er í gangi þá þú veist, þú mynd sjá svo mikið eftir því, þú mynd segja bara af hverju var ég ekki að gera þetta og þetta þú veist, þannig að bara make sure að bara njóta þess og þú veist, auðvitað eins og ég var að segja, þú veist, þetta með að þú veist, trúa sjálfa þig, skilur þú veist, bara okkur einasta degi bara gera allt sem þú getur til þess að ná markmiðinum en leiður búin að ná markmiðinum komin út, þú veist, þá er þetta náttúrulega annar game og annar heimur en þá kannski kemur það sem ég var að segja núna embrace the chaos að þetta er ekkert ógeðslega gaman alltaf Nei. en þetta er ógeðslega gaman ef þú vilt að þetta sé gaman þannig að njóta bæði þegar það gengur vel og þegar þú ert að ströggla sko, því það er að fallaði við þetta Já, Arnór Sigurðsson, takk fyrir kvöldi takk fyrir komuna, áfram Ísland